-12 gráður úti þegar þetta tekið upp og ég að fara að ræða hlýnun jarðar við Andra Snæ Magnason. Það ekki furða að þetta vandamál kom manni spánst fyrir sjónir því bæði hef ég aldrei orðið jafn lítið var við náttúruhamfarir eins og núna og svo ákvað einhver að nefna þessar hamfarir fallegasta orðasambandi íslenskrar tungu. Hlýnun jarðar. Mér finnst bara að vera tímaspursmál hvenær hlýja verður samþykkt af mannanafnum. Mínútuspursmál öllu. Hlýja eða hlýnun ekki orðið sem þurfti til að vekja mig til vitundar kolefnissporum mitt. Þegar ég heyri hlýja, þá sé ég mig fyrir mér á Spáni. Ég sé ekki útblástur, póstrur og koltvísýring. Ef þú vilt grípa athygli fólks, þá talar ekki hlýnun jarðar. Það orðið nokkuð ljóst. Ég held að þetta sé sambland af því hvað þetta ótrúlega neikvætt umræðefni sem spíralar ennþá neðar í neikvæðinni því lengur sem þú ræðir það við einhvern. Þetta snýst upp í einhvers konar keppni hver getur þulið upp flesta staðreyndir losun koltvísýrings og súrnun sjávar. Þannig það ekki nema von að ég slóði á frest að setjast niður og lesa heila bók þetta málefni. En hugum minn allur hjá Andra Snæ þegar hann settist niður og ákvað að skrifa þessa tilteknu bók. Vissulega hefur fólk áhuga á þessu málefni en að miðla því í gegnum bók og halda lesandanum við efnið blaðsíðu eftir blaðsíðu það einhvers konar áskorun. Að einhverju leyti fjallar líka bókin það, hvernig tungumáli nær utan hamfarir eins og hlýnun jarðar og svörun einstaklinga við þessum orðum. Þetta intro farið að hljóma eins og eitthvað efni frá Ríkisútvarpinu hjá mér eða? Gott kvöld og velkomin í Kiljuna. Það stór bunki af bókum hérna á borðinu. Ég lofa ykkur því, þessi þáttur ekki bara bækur og útblástur. Ég var mjög forvitin ferlið á bakvið það að skrifa bók sem erfiðasta sem Andri gerir að eigin sögn. Hvernig það blasti við honum að leggja þetta starf fyrir sig í kringum tvítugsaldurinn, hvernig ættartré Andra tegið sig til Tolkien og Lord of the Rings, dauða Andy Warhol, Marvel Comics og krókódíla. Þess þó heldur þátturinn í boði Origo. Leiðu Origo að sjá öryggislausnir og beðnakerfi fyrirtækisins á meðan þú einbeitir þér að kolefnissporinu. Hugsaðu gang. Origo leiðandi þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni og réttilega svo. Réttilega svo, það ekki bara beinþýðing á rightfully so? Ég bara fyrst Íslendingur til að segja réttilega svo eða þetta, googlum þetta hérna, réttilega svo. Íslenskum ungmennum réttilega svo lýst? Póstar MBL á Facebooki hjá sér. Alþingi.is 21. maí 2019. Ég vil benda á að orkutilskipanirnar sem hann kallaði réttilega svo, svo fyrsta og önnur voru einmitt tilskipanir en þriðji orkupakkin, þriðji orkupakkan réttilega svo. Hvað var réttilega svo? Já, Origo. Réttilega svo. Leyfum þess að standa. Origo tölvudeild rúmlega 100 fyrirtækja með 100 hugbúnaðarsérfræðinga, 150 rekstraþjónustu sérfræðinga og 200 ráðgjafa í hugbúnaðarlausnum. Fætur Toga hafa opnað, eða hefur opnað, ef ég segi Fætur Toga hafa opnað, þá eins og fæturnir sé opnað verslun. Fætur Toga opnuðu nýja verslun á heilsuhæðinni svokölluðu í Kringlunni. Þar getur þú græðað alla jólagjafirnar á einum stað eða í hinum verslunum Fætur Toga. Bæjarlind 4 og í Orkuhúsinu Suðurlandsbraut. Skór, fatnaður, þrýstifatnaður eða önsku compression clothes bara. Nei, hvað heitir þetta? Compression eitthvað? Þetta heitir bara compression buxur og alltaf, ég alveg að fara með þetta mál hérna. Nuddbyssur, hlífar og göngugreining. Kíkið í verslanir Fætur Toga eða á göngugreining.is til að skoða úrvalið. Þú ert að hlusta á The Snorri Björns Podcast Show. Snorri Björnsson talar. Ég vil fá að óska þér nýta tækifæri og óska þér gleðilega jóla og biðja þig að njóta hátíðana sem og þáttarins sem númer 50 í þessari röð. Gleðilega jól. Þú ert búin að lesa bókina? Ég búin að lesa bókina. Ég tæklaði hana á 3-4 dögum. Já, akkurat. Ótrúlega skemmtilegt sko. Ég átti alveg erfitt með að byrja á henni. Einhvern veginn þetta þungt málefni maður. Og bara svona, þú veist, hún var þarna, ég vissi af henni, ég vissi ég var að fara að lesa hana, en það þurfti bara svona smá svona eins og námsbók, bara svona, ok, einn daginn veit ég að kemur að ég þarf að lesa hana. Akkurat. En leið og ég byrjaði, það kom mér svo óvart hvað þú varst að fara mikið út í í rauninni bara
ég vissi náttúrulega ekki þannig að við hverju var búast en bara svona sögur og svona persónulegar sögur eins og þegar þú varst að byrja þarna og varst að tala tímana þinn á Árnastofnun einmitt. Mér fannst þess að ég var að lesa eitthvað svona Harry Potter bara það sem hann fekk að fara inn í einhverja geymslu í Hogwarts og fekk að sjá einhverja töfrabók Já, það var nákvæmlega þannig ég fattaði það svona eftir á að einhver að segja, já, hvernig gengur nú að þýða þetta og Árnastofnun, ég segi bara þetta er bara töfrar sko. og fatt þetta í stóra samhenginu bara að maður er með konungsbók eddukvæði í fanginu sem rúmlega 20 sko. Hvernig, já, við erum byrjaðir en hvernig kom það til að þú ert með konungsbókina í fanginu 20 ára gamall? Já, ég var ekki 23 ég var að ljúka bara pianomi í íslensku ég var búin að vera í íslensku deildinni í Árnastofnun í 4 ár og hafði aldrei komið inn fyrir dyrnar í Árnastofnun og hugsaði með mér að þarna eru þjóðardýrgripir Íslands og allstaðar erlendis eru þjóðardýrgripir stærstu ferðamannastæðir og konungsbók eddukvæða er sá gripur á Íslandi sem hefur haft mest menningarleg áhrif þessi að það bara vísindalega sannað að ef að Mona Lisa er stór í París hvað er stórt á Íslandi hvaða mannanverk er merkilegt Njála, mikilvæg fyrir okkur Halldór Laxness, mikilvæg fyrir okkur og kannski erlendis líka Björk náttúrulega búin að gera mjög mikið en svona af svona menningarlegum þunga Það var bílastæði við Gullfoss og Geysi Það var konungsbók eddukvæða, ég meina Marvel Comics er að nýta sér þetta norskar dauðarokkshljómsveitir experimental dansgrúppur í Þýskalandi svo náttúrulega pólitík alveg frá nýaldar og síðan ásatrúin eða svo náttúrulega í myrkurliðina hvernig nasistar misnotaði þetta á sín tíma Wagner, Tolkien, Borges það er bara hvar sem við ber niður þá er þetta ein af stóru hugmyndasögum mannkynsins og verkefni mitt þá þetta sumar var svolítið markaðslegt í rauninni að miðla þessu og ég hugsaði að börn eru alast upp á Íslandi fara gegnum allt sitt nám alveg upp í menntaskóla án þess að hafa komist í tæri við handritin þannig að verkefni mitt var bara ef við viljum efla skilning þeirra og áhuga á okkar arfi og virðingu þeirra og svona kannski vitund líka að þetta er þeirra og það er engin annar að fara að passa þetta fyrir þau sko. að ef við vildum vera innblástur fyrir börn að þá er konungsbók eddukvæða náttúrulega með sturlað efni og svo handritin öll í heilsinni. Finnst þér ekki áhugavert sem rithöfundur og einhver sem er að reyna að miðla svona efni til fólks að eins og þú nefnir þarna bara Marvel Comics, þeir nái að draga þessa sögur út frá þessari rót en okkur er öllum nokkurn veginn sama þessa rót og að hún sé þarna á Árnastofnun bara okkar eigin eign. Það var nákvæmlega það sem ég var bara í rauninni að hugsa var hvernig sendur það því að við vorum að senda alla á Gullfoss og Geysi og síðan þetta er bara miðlun, þetta er bara hvernig þú tekur svona grip og miðlar honum á skapandi hætti í myndrænu formi og öðru og var bara að hugsa af hverju vorum við ekki búin að þessu en síðan hugsaði á sama tíma það var eitthvað óbúslega heimilislegt við það að fá að vera þarna þessum tíma þegar þetta var í rauninni bara í svona gamla handritafræðinga samhenginu og hafa haft þau forréttindi í rauninni að vera innan þessi handrit á þeim tíma sko. Já, algjörlega. Þannig ég hugsaði eftir á milljón manna safn eitthvað vildi ég það endilega líka Já, einmitt það er eins og þetta sé smá svona eitthvað falið leyndarmál eða þú veist það í rauninni þetta er ekkert aðgengilegt fyrir okkur og ég er rauninni bara svona að lesa þetta ég ætla ekki að segja í fyrsta skipti en svona í seinni tíð ert þú í rauninni að vekja áhuga minn á þessu ég hef bara ekki pælt í þessu ég hef aldrei tengt eins og þú segir Avengers myndirnar eða allt þetta við einhvern veginn okkur Íslendingarna sko
Nei, okkar menningarrætur. þetta náttúrulega Thor Ragnarök og þetta Einmitt. þegar Hulk og Thor vinnur hans þá er það komið þaðan og eiginlega allar, ég meina Úlfurinn og allt þetta er bara komið úr þessu og ef eitthvað á efla áhuga þeir á læsi og bara, ég meina 10 ára, 9 ára þá maður bara vilja verða handritafræðingur eða eitthvað eftir að hafa heimsótt svona saman. Það er ótrúlega margt sem er plantað í mann þegar maður er ungur sem að skila sér ávart á þess að maður hafa fattað það kannski 10-15 ára síðar og draga ungt fólk inn í íslensk fræði vegna þess að það er engin annar sem er að fara að sinna þessu nema við. Og hvernig kemur þinn áhugi til á þessu saman? Akkur er þú þarna orðin 20 ára bara að missa þig við þessu meðan aðrir voru kannski að horfa á viðskiptafræðina? Það var eiginlega nákvæmlega þetta að ég sá handrit þegar ég var eitthvað 10 ára og ég gat lesið það, ég var nýkominn frá Ameríku og mér fannst þetta svo merkilegt mér fannst þetta svo ótrúlega merkilegt að ég gæti bara lesið eitthvað sem einhver hafa skrifað fyrir 700 árum og síðan sagði mér að fólk væri í doktorsnám í Harvard til þess að geta lesið það saman og ég gæti lesið þarna bara sem barn og síðan ég flytt frá Ameríku þegar ég er svona 9 ára og mér fannst allt vera svo merkilegt hérna á Íslandi á sérstakann hátt. Þú ólst þetta ekki upp hérna? Til 9 ára þá var ég í Ameríku okay. og mér fannst og við vorum samt akkurat á þessum stað við þráðum svo að verða Ameríka þegar ég var að hugsa í hináttina og okkur langaði svo í kringlur og McDonalds og allar þessar raðir, röðin hashtag okkur langaði svo í raðirna og voru svo brjálæðislega bara svona miklir frumbyggjar eitthvað bara gleypa við allu en leið kannski henda svo mörgu sem að var einstakt hér, eða mér fannst og ég hefði kannski verið að segja vinum mínum frá úti og ég held að þessi kannski svona tvöfalda sín hafi markað mitt alveg að hafa haft svona nánast íróníska sín mjög ungur á okkar samfélag haft svona 2 sjónarhorn og kannski ég mitt ekki alveg svona genkeftur og þetta var líka svona hluta sjálfsmyndinni, mér fannst það svo cool að vera sildur sko, ég er nú búin að sjá þetta allt saman þannig að þeir allir löpu inn til að horfa okkur teknimynd sem er, ég sá þetta nú í fyrra sko þannig að ég var bara einn í fótbolta þá vil ég koma út aftur Eru þið búin að kíkja á þetta? Ég er búin að sjá þetta og miklu meira reyndar sko En þú kemur þá frá Ameríku og ertu strax, þú veist, ég meina út að þú talar það sem okkur er svona sýnt í æsku hvernig það kveikir áhuga að setna mér, þú veist, af hverju kemur þinn áhugi gagvart íslensku og þessum íslensku fræðum svona ljóst fram og þú rekur náttúrulega svolítið fjölskyldusöguna í bókinniðinni ertu alinn svona mikið uppið þetta? Nei, ég raunin ekki, ég er nú aðalega bara alinn upp sem svona skíða útivistar útivistar fjölskyldu að langmestu leyti og síðan það var alveg pappi og mamma lásu mikið en vinur pappa var líka að vinna á Árnastofnun Þórður Helgason var vaktmaður þar sýndi mér einmitt Flateyjarbók þegar ég var unglingur og síðan bara fæ ég áhuga á þessu í menntaskóla bara á þessum sögum og eins og ég las eiginlega aldrei Tolkien eða neitt af þessum ævintýrabókum vegna þess að ég las meira bara af þessum gömlu riddarasögum og þjóðsögum Jórs Árnasonar og annað slíkt og ég las, þetta var áður en interneti kom til þeir tímar þannig ég las mikið þjóðsögur las mikið vinur pappa minns bar í mér ljóðabækur líka og óvart þá sem voru svona hálfgerða neðanera ljóðabækur og óvart þegar ég var úlingur þá var ég að fylgjast með í nýjasta sem var að gerast í ljóðagerð og síðan var vinur minn í þýsku tímum var vinur minn alltaf að skrifa ljóð og sína mér og ég held alltaf að ljóð var eitthvað sem var sýndi engum þú sýnir engum ljóð, það er svo einkalegt og þá einhvern veginn svona byrjaði ég að skrifa og síðan kannski las maður ljóð eftir Stein Steinar eða Tómas Guðmundsson hugsaði að ég vildi að mér hefði dottið þetta í hug og síðan skrifaði ég kannski ljóð og einhver sagði já þetta er flott, ég vildi að mér hefði dottið þetta í hug og ég hugsaði kannski get ég gert þetta sko. Já ok, þannig að þú ert þetta bara einhvern veginn svona komin inn á þetta svið Já en samt á eðlisfræðibraut sko. Nú? Já þannig að ég var á eðlisfræðibraut í menntaskóla því að ég náttúrulega var praktískur og ágætur í starffræði og slíkt
og ætlaði nú bara að vera verkfræðingur eða læknir eða ljóðskáld. Já, sko, það var talið svona eiginlega sóun að hafa farið gegnum eðlisfræðibrautina og kasta því öll á glæ til þess að fara í íslenskunum. Já, þú varst á svo góður í leið þetta á tímapunkti. Það hefði getað orðið eitthvað sko. Og ég meina ég var hraustur og heilbriður og góður að hellulegja líka og allt og það var svona, ertu nú að fara í íslensku vinur, er það góð hugmynd? En það kallaði það svona á þig? Já, en ég var hræddur við það samt sko. Út frá skoðunum annara? Ég út frá tekjum bara og starfsmöguleikum og líka það að verða listamaður, það er bara mjög fjarlægt, bara tvítugt bara hvernig lifir maður á þessu, hvernig er að standast ábyrðina, hvernig er að leggja út í eitthvað og vera kannski 5 ár og vera svo hugmyndalaus eða eitthvað. Já, einmitt, bara búin að ganga á það bara búin að klára hugmyndina sínar og líka að því maður leggur af stað út í eitthvað, maður veit ekkert. Þetta er eins og ég notaði svona dæmið í Draumalandinu sko. Já, þú ætlar að vera tónlistarmaður en hvaða lag ætlar að semja á næsta ári? Þú getur ekki svarað því, þú þurft að fara út í eitthvað ferli. Og þurftur að átta þig svolítið á því bara með reynslunni þarna varst að spyrja þessar spurningar bara tvítugt, bara hvað ætla ég að skrifa og hvað verður það og hvernig mun það seljast og hversu gott verður það? Já sko, ég fór í læknisfræði fyrst. Þú gerði það? Já, en var þá byrjaður að semja sögur og vann eina samkeppni þetta var ein af 10 sögum sem var valin til flutnings hjá Ríkisútvarpinu og þegar ég var 15 ára vann ég reyndar eina keppni líka og þá næstu því þar að segja ljóðið mitt var útilokað vegna þess að þau héldu að það veri stólið og ég var svo ánægð með það vegna þess að þau héldu að alvöru skáld hefði orðið þetta ljóð en ekki bara einhver strá. Þetta var svona sérstök viðurkenning ekki bara skafsta ljóðið í 9. bekknum í Árbæjarskóla heldur líklega stóli ljóð eftir alvöru skáld þannig að það var útilokað á keppninni þannig að þegar ég er í menntaskóla er ég að skrifa eitthvað smásögur og eitthvað ljóð og eitthvað fleira og svo ákveð taka slægin eftir að falli í læknisfræði eða ekki komist gegnum numerus clausus þetta var 30 manna úrtak þá fyrir íslensku og finnst ég samt ekki erindi að mér finnst allir vera miklu klárar en ég og ég var aldrei svona listatýpa bara í fótbolta og síðan á skíðum og mjög svona bara svona venjulegur árbæðingur og fannst ég ekki degja upp á dekk svona í listaheiminum þannig séð og var jafnvel samt að hugsa listaháskólan þar sé að því ég hafði líka dálítið áhuga á myndlist og svona konsept hugmyndum en fannst það ennþá fjærstæðara að fara allavega þangað sko. En íslenskan þá gæti ég allavega verið prófarkalistari, blaðamaður, íslensku kennari, eitthvað slíkt. Já, nú var starfsmöguleikarnir voru alveg inn í myndinni þarna. Já, en síðan í íslenskunni þá fær maður rými, þá er maður í fyrsta leið bara í tímum íslensk mál og fornu og miðaldabókmyndir og nútíma bókmyndir þá var ekki til neitt sem heit ritlist að einu viti en samt byrjar að skrifa og allt í einu ég eiginlega komið með ljóðabók, þá er ég 22 ára, það er 95 það er reyndar á næsta ári 25 ár síðan að sú bók kom út og þá er þetta spurningin, á ég að koma út úr skápnum á ég að láta vaða eða á ég að láta ekki vaða sko. Á ég að geyma þetta í skúffinni í 5 ári viðbútt eða á ég bara að stökkva fram og það var brjálæðislega erfið ákvörðin sko. Að gefa þetta út? Já, bara, þú veist, á ég að stiga fram hérna sem ljóðskáld, mér finnst þetta svo risa stort. Hugsaðu að gefa þetta út nafnlaust eða undir dulnefni? Já, meðal annars og líka bara hvernig á ég að gefa þetta út en var svo heppinn að fá mjög góða ráðgjöf hjá, hann heiti Þórður Helgason og var að hjálpa mörgum ungum skáldum og gaf út sjálfur bækur líka. Þannig ég fór með handritið mitt til Máls og menningar og fekk alveg mjög slæmar viðtökur hjá Halldóri Guðmundsssyni sem þá var yfirmaður hjá Mál og menningu. Ekki slæmar, mér fannst það slæmar sko. Hræðilega í rauninni. Já sko, veist, ég bara mæti þarna á mánudagsmorgni 22 ára strákur með handrit og ég með hverju á hann að búast og hann opnar svona stóran skáp og inn í honum voru svona beinagrindur og kongulófvefur og skellir handritin inn og segir talaði við mig eftir nokkra mánuði hefur ekki heyrt í okkur og var búin að þauðsa eitthvað það var nú ekki góðu markaður og það veri
erfitt að marka sér þetta ung skáld og þetta væri nú ekki beysið allt saman og ég eflaust tók hann vel á móti mér en fólk skynjar hlutina mjög misjafn hátt. Fyrir mér var þetta risastórt moment að stíga inn á skrifstofuna hjá forstjóra málsmenningar, en fyrir honum var þetta bara svona mánudagur sko. Og maður þarf að passa það líka sem þegar maður er komin í einhverju stöðu sem rithöfundur eða eitthvað kemur til manns ungt skáld eða eitthvað, segir viltu lesa ljóðið mitt, að það kannski risastórt skref hjá honum. en hjá mér er bara mánudagur og ef ég er dónalegur við þessa manneski á þessum tíma þá getur svo manneski munað alla sína ævi en ég bara, hittust við eitthvað þannig að hann sko, þannig að þá ákveði ég ætla bara að gefa út bókina sjálfur í sömu gæðum og hjá sömu prentsmiði og Mál og menning hefði gert það. Þannig að ég stofna ásamt vinum mínum og við vildum ekki gefa út á kostnað höfundar, þannig að ég bjóð til svona logo sem leit út eins og forlag og hét Nikur. Þannig að það var eins og þetta hefði farið gegnum útgáfuferli. Sko, en það skipti máli þessum tíma eða ekki? Jú, að vera hjá forlagi. Já, og það er núna, þú veist, ég meina ef þú gefur eitthvað út og þá náttúrulega er ég aðalega að tala á netinu, þú veist, það þarf enga geðastimpla svo einhver tæki marka á því eða Nei. Sjálfsútgáfa hefur alltaf verið algeng og svona hluta herskildu skálda en þannig að við stofnuðum þannig að ég talaði við Gogga í fjölskyldunni hjá Litla prenti og þetta var eftir á ofsalega mikilvægt af því að við vortum að stíga inn á eitthvað svið eins og útgáfu ef Halldór hefði sagt já ég skal gefa það út þá hefði sagt já ég vil fá 1.000.000 eða hvað skilur ég hefði hvaða væntingar hefði maður haft bókina og það sem var svo gott við að gefa út sjálfur fyrstu bókina var að ég þurfti að kynnast prentaranum og ég þurfti að kynnast í rauninu læra allt ferlið í útgáfunni kynnast bókbindaranum, fá tilboð kynnast síðan hvernig bókamarkaðurinn er, bókabúðunum og starfsfólkinu og síðan þurfti ég náttúrulega að losna við hann stapla af bókum síðan með heima mér þannig og það er líka erfitt skref að ég mann þegar ég labbaði í fyrst skipti 4 sinnum fram hjá Solon Íslandus áður en ég þorði að fara inn til þess að bjóða fólki að kaupa bókina á borðum. Þú seldi bara sjálfur? Já, ég seldi sjálfur, já. Og það var svona og svo fór ég að dúkka upp hjá mömmu í saumaklúbnum og þá það sem gerist náttúrulega er að maður þéttir sín einsta hring frændi manns kaupir sem hefði aldrei kaupt ljóðabók áður. Ég skal styrkja að kaupa ljóðabókina og þá endar og á skurðstofunni hjá mömmu keypti allir ljóðabók og hjá systur minni á henni skurðstofunni og þannig allt í henni var bóki mín komin svona búin að þétta hringin og reyndar var hún það vinsæl sko. Þannig að hún þannig ég kláraði upplægið og prentar það 3 sinnum þá bók sko. Já, þannig ég seldi 1200 eintök af þinni fyrstu ljóðabók? Af fyrstu ljóðabókin, já og þá kostaði bókin 1000 kall stykkið og þá kostaði 100 skall að prentana og þá kostaði íbúð 5 milljónir þannig allt í henni átti ég fyrir íbúð bara með því að skrifa ljóð? Með því að skrifa ljóð, já. Þannig að þínar áhyggjur af því hvernig þú ættir að lifa á þessu og svoleiðis voru svolítið brotnað niður við þetta? Þetta er einhverjum sambarlegt við að ungt skáld myndi selja ljóðabók fyrir svona 7 milljónir í dag. Hvað myndir þú halda myndir þú segja eintökin séu það sama út að ég veit að fólk gerir sér enga veginn grein fyrir upplögum og þess áttar á Íslandi og sérstaklega bókamarkanum en 1200 ljóðabækur er ansið mikið. Það er mjög mikið sko, já og jafnvel fyrir hvaða skáld sem er ennþá í dag en heimurinn hefur breyst svo mikið bara verð á hlutum hefur breyst svo mikið þannig að 1000 kall þá var svo miklu meira heldur en 1000 kallir í dag en samt fannst fólki jafn auðvelt að henda út 1000 kalli þá, það er mjög skrítið hvernig verðskinni hefur breyst það var enginn með 100.000 krónar síma í vasanum eða það er símreikning upp á eitthvað á mánuði þannig að það er bara alls konar aðri hlutir voru það er eins og tilfærsla hafa orðið á hvernig fólk eyðir peningum eða hvar þeir verða til já allavega þá var ég alltaf bara orðin þannig ljóðskáld og það er alveg merkilegt vegna þess að síðan fer maður að dóma í blöðunum og allt þetta Óumbeðna dóma? Nei, nú var svona villdóma sko það þarf að vera dómar en ég með þú getur skipulagt heilt hverfi og það er ekki sem skrifar um því persónulega bara Guðmundur Magnússon
hannaði hérna Grafarholtið, gatan hérna Urriðahvarfi nú ekki vel. Það er ekki dómar götuna þú veist, það er líki sem mætir dómi sjálfan sig, sko. Eða arkitekt teknar hús eða ég vil bara alls konar fólk gerir hluti en það er aldrei myndað í blaðinu bara svona, já, Sigurður er nú ekki í góðu stuði í dag. Og bara hér er skalinn 1 til 5 stjörnur og bara viljum að láta hann stilla hann þar upp. En þetta er rosa sérstök aðstæða að vera svona menningarlega, og síðan átti ég smásögur þá líka, og þá var Halldór Guðmundsson búinn að lesa smásögurnar og hann ákvað að gefa út smásögurnar, og þá líka á meðan ég var að læra íslenskt mála fornið, þá var ég að skrifa bónusljóð svona til að skemmta bara vinum mínum, svona ódýr kveðskapur fyrir, já, þetta var bara svona djók að skrifa það smekklausasta sem ég datt í hug sem var bónus, já, en samt miklu dýpur hugmynd, vegna þess að bónus er náttúrulega, við erum ekki með svona pjatsa eins og Ítalíu, sko, eða eitthvað þú veist, bónus er eini sameiginlegi veruleiki okkar og skjáld, ég meina bara eins og þegar Tómas Guðmundsson orti Austurstræti, þá var það sameiginlegu veruleiki okkar, en bara núna er bónus sameiginlegu veruleiki okkar, hvað sem okkur líka betra að vera. Já, og þannig að ég skrifa þau ljóð svona bara í ykkur, já, gríni en alvöru svona. Já. Og síðan er súbók allt í einu orðina bók, og ég fer með hana til Jóhannesar í bónus, og hann fílar hugmyndina, vísa mér á Jón Ásgeir, og þá voru þeirra í kjallara herbergi við Skútuvog. Já. Það var bara hann, Jón Ásgeir og pappans, og 2 konur á skrifstofunni í bakvinnslinu eða í bókaldinu, og þá var bónus svona tiltölulega nýtt fyrirbæri, svolítið að vera svolítið köld þá, og já, þeir bara gaf út bókina. Bónus gaf út bókina? Já, það var 96. En ég líka séð, var ekki forsíðan bara gul kápa og bónus logoið? Það var bara grísin og það var mikilvæg hluti af fagafæraðin, þetta væri sömu ritröð, og bónus kóla og bónus djús og bónus klósettpapír, þetta væri íslensk framleiðsla fyrir bónus, að ég væri á sama stað og bónusfólkið, eða þeir sem framleiðinir sem að þeir voru reyndar að krista dálítið vel, að ég væri jafn settur, þannig að hún var seld þarna við kassan á sérstöku tilboð og vakti alveg rosa athygli og bara varð metsölubók, þannig að já, seldist mörg 100 kíló af bókinni, sko. En af hverju, ok, þegar þú ferð til þeirra, ertu að leitast eftir þeim til þess að í rauninni fjármagnaverkefnið eða bara sem bóka útgefundur, veistu hvað við? Já, sko, í rauninni vildi ég bara gera þetta sama hátt og djúsin, sko. Já, ok, þannig að þú sóttist til þeirra og áttir í samstarfið þá bara út af því það var konseptið, það var bara hugmyndafræðin að baka bónusljóð. Og þá var þetta líka svona, þetta var alveg margbrotin hugmynd. Í fyrsta lagi var svona markaðsöflin voru alltaf að skríða eins fram og kostun og allt þetta. Þannig að ég var að hugsa, já, á ég að, af hverju má ég ekki vera með í leiknum, sko? Af hverju má ég ekki vera kostaður, af hverju má ég ekki bara taka skrefið? Þannig að þetta var svona eiginlega mest vulgar svona skref að hafa bara grísinn framan á ljóðabók. Já. Að því ljóðið var líka heilagt, ljóðið var svona þessi svona heilaga framlenging mannsandans og ljóðið á stallinum, og ég var ekki af hverju ljóðið eitthvað merkilega en bara djús, og írónían var alveg margföld, sko, af því fyrstulega er ég merkilegri þegar ég skrifa ljóð heldur en sá sem framleiði djúsin. Er ég merkilegri en sá sem gerir klósettpapírinn, er hann sellátt þegar hann býr til eitthvað og selur þar, og sá sem framleiði djúsin. Þannig að var ég sellátt eða var ég ekki sellátt, þetta var svona margbrotin spurning, þannig að mjög mikilvæg hluti af fagurfræðinni var að grísinn yrði að vera á kápunni, sko. Það mátti ekki heita bara búðarljóð, þetta varð að vera bónus. Þú þurftir að fara alla leiðin með það. Já. Þannig að það var og hún gekk mjög vel, þannig að það haust kom út 2 bækur eftir mig, þannig að ég var 23 og allt í einu búin að gera 3 bækur. Já, einmitt. Og það var bara ekki aftur snúið, sko. Og það er áttur að bara á því að þú ert bara, þetta er vegur sem þú ætlar að feta? Nei, og svo er maður svo heppinn að þá er í fyrsta lagi lægð í atvinnulífinu, þannig að ef það hefur verið góðæri þá hefði auglýsingastofunir pikkað mig upp bara alveg leið. Já. En það var ekkert að gerast þannig.
og síðan líka að íslenskunni fylgja engin þarna fylgja engin réttindi þú klárar B-próf í íslensku en síðan ætlar að kennara það fyrir kennarinám eða taka kennaraprófið þannig að í rauninni ég bara byrjar þarna áður en ég búin með íslenskuna þannig þegar ég klára B-prófið 97 þá ég búin að gefa 3 bækur og orðin bara rithöfundur og síðan ég akkurat 23 ára búin með allar hugmyndirnar mínar bara allar hugmyndirnar gefnar út og farnar bara þinn versti ótti já og eignast barn þarna 97 alltaf snemma, eða þú veist ég er 23 ára ekkert alltaf snemma, mér fannst ég vera svona rétt búin að lifa af bara búin að gefa 3 bækur og strax komið barn já, og þá ég mitt þarna í Árnastofnun og þá fyrir ég að lendi því sem ég lendi stundum í að ég fæ áhuga okkur sem ég finnst mikilvægir heldur en það sem ég geti skrifað hvað meinar með því? Það að ég rampaði þetta inn á segulbandasafnið og inn í handritin og mér finnst það allt saman miklu merkilara fólk fá að sjá konungsbók eddukvæða heldur en það fá að lesa þaðra bók eftir mig já, ég skil eða ég hlusta á gamlar konur hvaða rímur og þölur sem ég veist eitthvað fallega sem ég hef heyrt og hugsaði mér finnst miklu mikilvægara fólk heyri þetta heldur en að skrifa bók já, bara þín sköpun verið bara minnumáttar í samanburði við eitthvað svona já, ég fæ eitthvað svona heilan og finnst það bara mjög merkilegt og þannig þá fer alveg heilt ár eða 2 eiginlega í þá vinnu að gefa þennan geisladisk sem að hétt Raddir og verkefni sem fellaði miðlun á menningarárinu en á sama tíma blái hnötturinn verið til í hausnum á mér svona smám saman og með barnið, hann var mjög óvær svona, vildi láta liggja hjá sér svona 3 tíma á kvöldinu þá var ég að segja honum þessa sögu svona bara til þess að gera eitthvað og þá verður blái hnötturinn eiginlega til svona upp úr svona áhrifum að þessari goðafræði en hnötturinn goðafræði var skrifið áður en við vissum að við byggjum á hnetti og hvernig væri goðafræði fyrir hnött og bónusljóð seldust alveg rosalega og ég var eitthvað bara þessir læti og ég komst í sjónvarpsviðtal og sem var mjög mikilvægt fyrir ungt ljóðskáld og þá erum við í sminkherberginu og hann segir við mig þarna það var Jón Ársæll þegar við vorum með í stúdíónu á Stöð 2 þarna við gerum svo skemmtilegt innslag bónusljóð við ætlum bara að sleppa þínu innslagi sagðum við konu við hliðan á mér og hún var frá Rauðakrossinum að safna peningum fyrir flóttamenn frá Rúanda og þá var ég bara svona hvernig forgangsröðinin svona, hvað flýtur, hvað sekkur og af hverju ég að skrifa og til hvað skrifa ég og hvað mikilvægt og hvað ekki og svo ég með barn og bara heimurinn allir ég að varpa einhverju manneskinu í framtíðina og þá verður þessi saga til smá saman. Þannig að þetta í rauninni dró ekki fram einhverja neikvæða mynd að þú voru að hugsa bara, okkur eru bónusljóð og okkur það rauði hvað svona víkja fyrir því eða hvað ég að reyna að gera meðan að þessar þulur og þessar vísur frá þessum eldri konum eru til og eitthvað svona, þetta var meira bara innblástur eða eitthvað? Já, þetta bara safnaðist allt saman, þannig ég var bara að hugsa að mér langaði að skrifa eitthvað mikilvægt mér langaði að skrifa eitthvað sem segði eitthvað mikilvægt en það er svo erfitt að segja eitthvað mikilvægt af því að það sem er mikilvægt er svo banalt ef við tala núna hvernig maður að vera góður við það eða hvernig við maður bjarga einhverjum hjálpa einhverjum eða eitthvað það er svo erfitt að skrifa eitthvað sem er mikilvægt af því að það liggur svo ljóst fyrir og í rauninni það er dálítið barnalegt líka og líka kannski erfitt hvert kaldhæðinni líka að koma fram með eitthvað svona opið hjarta og segja við skulum vera almennileg þannig að ég var að hugsa bara já þá voru líka Íraksstríðin að byrja eða þessi svona maður var að sjá við vorum að taka þátt í þessum loftárásum og alls konar bara dót og það var verið að byrja að eyðileggja hálendið eitthvað sem ég taldi vera heilagt og var verið að eyðileggja og það var bara svona alls konar hlutir sem að sóttu á mig en ég vissi ekki hvernig átt að skrifa það og þá hefði verið svona lognmodla kannski í alveg langan tíma
rithöfundar höfðu ekkert verið reiðir síðan ég byrjaði að skrifa þú veist, ekkert eins og var svona Íslandi í NATO eða 68 kynslaðin og hugsaði bara hvernig skrifa ég eitthvað sem mikilvægt og þá verður blá hnötturinn til og þá ég líka mjög svona metnaðarfullur af því að ég vissi að þetta væri dálítið sterk hugmynd eða ég svona fann á mér og þegar fjölskyldan spyrir hvað það skrifa ég sagðist vera að skrifa klassíska barnabók sem eru endurprentuð í 200 ár Já, það er ákveðið statement sem hljómar svona já, ungur maður með oflæti en á móti kemur að ef því fylgir ekki eftirfylgja þess að ef ég segi þetta og skrifa síðan bara eitthvað en það náttúrulega fylgdi því að ég gerði kröfur til mín að bókin var ekki bara allt í lagi heldur án verið miklu betur en það sko. Já, þú varst bara að setja pressun á þig hérna. Ég í rauninni má segja að maður svona hækki stöngina sko. Já, og núna 20 árum síðar er hún ennþá við prentun. Já. Þannig við eigum svona 180 ár eftir til að sjá hvort að þér hefur tekist þetta. Já, og hún sko að það þá í rauninni sársökin sem í því að skrifa sko. Já. Það sé að fyrst skrifa maður fyrsta draftið og það bara gaman og maður bara riður því út úr sér á nokkrum vikum eða mánuðum eða. Ertu þá að koma, ég veit að það eru örugglega mismunandi fyrir alla og væntanlega mismunandi eftir prójektum fyrir þig, en ertu þá að koma í rauninni allri hugmyndinni niður á blað? Erum við að tala bara frá byrjun til enda? Í þessu tilfelli þá gat ég sagt söguna frá upphæð til enda áður en ég byrjaði að skrifa hana. Okay. Og svo bara settist ég, skrifaði bara blaðsíðu 1 og bara skrifaði hann út og sendi mér þess að til vinkonum minnar einn kafla í hvert skipti og hún var að lesa hana fyrir hana sissu sína og þannig að ég bara skrifaði einn kafla og einn kafla og svo ég bara búinn og þá var þetta svona allt í lagi bók sko en ekki mjög góð bók og sársökin síðan að fara í gegnum hana kannski 1-2 ár til viðbótar þar til að hún orðin almennileg sko. En hvernig vistu að þú ert að til að gerast háflögur slípa demant þarna? Hvernig getur þú skrifa fyrsta draft og þetta er ekki góð bók en þegar þú ert komin á endastöð með sömu hugmynd að þetta sé bók sem verður prentuð til 200 ára? Ég sko fyrst fæði náttúrulega Hildur Hermansdóttir var ritstjóri hjá forlaginu og hún tók hann alveg í nefið sko, fyrsta draftið. Það er þessi umtalaði vondukonu lestur? Já, það var vondukonu lestur, þannig að ég hef verið heppinn með vondarkonur sko í þessu samhengi. Þannig að vondukonu lesturinn bara, það var engin miskun sko. Þá það sem var helt að vera snild fær alveg bara svona útstreykun og maður þarf að þola það en líka náttúrulega standa með hugmyndum sem maður veit að geta orðið betri þannig að þetta er svona mjög fínt jafnvægi að hlusta en líka taka til. En þú vilt náttúrulega gagnrýni á þessum tímum? Já, þá vill maður gagnrýni. Maður vill ekki eitthvað segja frábært og svo kemur vondidómurinn og þá segir hann, já, ég vildi bara ekki særa tilfinningar hennar. Já, bara takk fyrir. Það er miklu verið að nú er ég búin að gefa út eitthvað drasl. Þannig að vondikonulegsturinn þá kannski kaflinn sem var helt að veri bestur, ekki nóg góður og síðan fær maður kannski einhverja sem treyst til að lesa og ef að lesturinn skilar sér ekki eftir mánuð þá veit maður kannski ekki alveg á réttum stað. Hvernig veistu að að treysta svona vondukonu lestri? Hvernig veistu að hún hétt Hrafnhildur eða ekki? Hildur hétt þessi og síðan hefur kona mín Margrét Sjöfn. Ég er bara að hugsa að hver er einhver annar að segja að þetta sé góð hugmynd og slæm hugmynd? Veistu hvað að fara? Það er nefnilega, það er ofsalega fín lína þarna nefnilega af því að maður prófar alls konar yfirlesara og það er til fólk sem er alveg bara svona hræðilegt sko sem bara þarna lesana og skilar og maður finnur að manneskinu er alveg sama hvort bókin verið til eða ekki þannig að það er hægt að taka brjálaðan vondukonulestur og sem peppar mann samt upp bara að segja, bara ef þú lagar allt þetta þá er þetta besta bók í heimi. Já, nákvæmlega, skil. En ef ykkur lesi yfir og svona skilar og bara svona, já, ok þannig að, jú, þá lagaði þetta hérna þá verður þetta kannski alltaf en við erum samt alveg sama það er rosa fín lína sko. Já, hvort einstaklingurinn sé í rauninni bara með þér í liðu og vilja sjá þetta verða sama og þú vilt í rauninni niðurstöðu. Og síðan er líka skiptir máli hvenar manneskjan kemur að verkinu af því að þegar maður er í svona maníunni að
ryðja út úr sér verkinu, þá vill maður bara fá mjög pixlaðan lestur. Þá vill maður bara fá eitthvað sem tekur bara við grófu hugmyndunum og segir bara, já, þetta er flott, meira hingað, svona bara mjög gróft. Já. Þá vil ég ekki vita hvort sé stafseringa. Nei, einmitt. Það mér er alveg saman það, sko. Ég vil bara vita, á þessi kapli að fara út eða ekki, skilur, á þessi persónu vera inn eða ekki. Einmitt. Þannig að svo kona mín er til dæmis mjög góð í loka yfirlistri. Og svo eru aðrir sem eru bara í því að taka burt hindranir og bull og stagl og alls konar svoleiðis hluti. Og þú ert bara búin að sortera út þetta fólk. Hver er bestur í fyrsta draftlestri og hver er bestur í bara málfræðilestri? Já, málfræði, flæði, struktúr og byggingu, sko. En svona fyrsta lestir er bara einhver sem bara segir bara, já, go for it, sko, og er til að ræða hugmyndirnar og díalógin, sko. Hefur einhvern tímann drepið hugmynda bók bara út frá því að fyrsti lestur sem þú fegst var bara, þetta er ekki málið? Já, ég á lenga svona klárað bók, ég á kannski eitt lítið ljóðahandrit sem að hefur ekki komið út. Já. Annars hafa ég allar hugmyndinu minnar, af því þar er rauninu bara maður ákveður að bókinu verði veruleika. Já, stendur bara með þessu. Já, og tekur svo sársaukan sem felst í því að klára hana, sko. Og ég geti verið mjög lengi að skrifa, sko. Alveg bara, og kannski 1 ár bara milli verka sem ég finn ekki þráðinn og er týndur, og síðan 1 ár jafnvel eftir að bókin er eiginlega tilbúin, eins og ég fekk vinminn til að lesa ári eftir svo að ég ákvað árið til viðbótar í bókinu og sagði, já, hún er ennþá fín, breytir einhverju. Ennþá fín. En hvernig berðu þetta ári langur tími? Hvernig er, nú ertu sjálfstætt starfandi, hvernig getur alveg réttlætt fyrir sjálfu þér að vera ekki, hvernig veistu hvort þú sért bara að fresta hlutunum og vera latur á móti því að vera bara, þetta er ekki tilbúið, við þurfum að halda þess áfram? Já, þetta er, yfirleitt er mikil vinna alltaf í þessu, sko. Og stundum er gott að verk liggi svona í smá tíma og maður fái smá tíma til að melta það. Og þú er alveg hugar og meðan þú ert að leyfa þess að meltast, þú ert ekki að eitthvað, já, nú verði ég að með þetta í vinnunum á morgun. Jú, ég er alltaf í minninu, ég er alltaf einhvern veginn að fulla að gera eitthvað, sko. Já, ok. Og síðan eins og núna nýjasta bókin, sko, að núna ákveða bara, ok, núna er bara, það verður, ég hef farið mér bók til útgefandans og hann er komið með hendurnar á hann og svo dreg ég hann tilbaka. Ég ætla að eyða ári í viðbót. Ok. Og það hefur gerst 3, sko. Það hefur gerst með Blá nöttin, það gerst með Draumalandið og það gerst með Tímakistuna. Og verða mikla breytingar á þessu? Já, mjög mikla breytingar. Okay. Og í rauninni hefur þetta ár valdið því að bækurnar eru ennþá á lífi, sko. Já, meinar. Já, þannig að þetta er árið sem gerir bækurnar að langtíma bók frekar en stundarbók. Hvað er svona að meðaltali er langt á milli bókahjöður? Eitthvað 99, 2002, 2006, svo kom hann 2013, 2016, 2019. Það er svona 3 ár meðaltali. Þetta er allt annað heldur en til dæmis eins og Arnaldur gerir þetta. Hann bara, það rennur 1. nóvember í hlað og það kemur út bók eftir hann. Og hann er örugglega með næstu bók tilbúna sem kemur út næsta 1. nóvember, sko. Já, einmitt. Nei, ég er í rauninni alltaf að finna upp hjólið, sko. Þess að ég er í rauninni alltaf að læra upp á nýtt að vera rithöfundur. Eða finna upp, ég meina eins og og ég er alltaf að svíkja lesendur mína líka. Það er að segja að Arnaldur getur gengið á hann sem vísum að hann er að skrifa svipaða bók og í fyrra. Já. Og getur gengið að vísa hann að skrifa skáldsögu. Já, en ef við segjum síðustu 3 bækurnar mínar, Tímakistan gekk mjög vel sem barnabók, svo komið Smásögur 2016 fyrir fullorðna, svo kemur Tíminn og vatnið. Þetta er allt aðrir bókaflokkar, sko. Já, og ég meina líka bara það að þú veist, maður horfir á Tímann og vatnið og ég er að lesa hana og síðan er ég að hugsa, þú veist, þegar mamma mín las Bláa hnöttin fyrir mig, þetta er sami rithöfundur. Mér finnst það nánast galið, sko. Já. Bara einhverjum 10-15 árum síðar, bara, já, ok, þetta kom frá sama manni. Já, einmitt. Og náttúrulega Tíminn og vatnið var alveg miklu lengra ferli að bæði Tímakistan og Smásögurnar komur raun út á meðan ég var að skrifa þessa bók. Það er að segja, ég byrja á henni í rauninni 2009, sko. Okay, markvist skrifa þessa bók? Já, sko, að þróa hana, hún átti í rauninni verið fyrst heimildamynd.
Já, ok. Það að ég tek þetta viðtal við Dalai Lama og það kvikmyndað og svo spinnst það einhvern veginn inn í að taka meira inn í söguna og gera hana stærri en ég var í rauninni svo þess að ég hefði gert Draumalandi 2006 og var alveg búinn á því sko. Þá fer ég bara þarna fram á móti virkjunaröflunum á landinu og á móti eitthvað svona risa hagsmunum og bara í þeirri viðleitni bara reyna að bjarga ykkur af hálendi Íslands og líkaminn minn hélt að hann var í stríði sko. Hann vissi ekki betur sko. Þú veist, ég vaknaði bara sveittur á nóttinni bara, þetta var svo hrikalega intense að gefa út bók þú veist, það er eitt að gefa út bók bara svona fyrir alla, bláa nöttin eða eitthvað en það er annað að gefa út bók sem bara er beint inn í pólitíkinu sko. og breytingar og bara dagblöð og samfélagið er allt svona að spila með í verkinu og það var svo brjálæðislega intense að síðan þegar ég í rauninu byrja á Tímanum og vatninu 2009 þá gat ég ekki hugsað mér ok, þarna hafði ég ágjör á hálendinu ætla að fara beint yfir hafa ágjör allum heiminum það er ekki séns sko. Einmitt, bara vandamálið var bara skalað upp úr öllu valdi þarna. Já, og ég fann að ég hafði engan svona þrótt einhvern veginn í að taka líka bara að því mér langaði líka til að vera ævintýrahöfundur. Mér fannst það vera svona mitt heimili að ég ætti að gera eins og Lofstar, eins og Tímakistuna, eins og Blánöttin, það væri mitt sko. Og síðan þegar Draumalandstímabilið orðið sko, bók sem tók alveg 3 ári vinslu, svo heimildamynd sem tók 2 ári vinslu bara og búin að vera í þessum bara svona raunveruleika megavöttum, teravöttum og útflutningstekjum álfyrirtækjum þú veist, öllu þessu drasli þá var ég komið bara algjört ógeð sko. bara algjört ógeð og tók mig alveg bara svona langan tíma að vinda á þessu líka því þú tekur kindil í ykkur baráttumóri það er svona tonnatak á kindlinu sko. þú sleppur hann ekkert svo öðrulega sko. og það er ekkert víst að nára sleppur hann fyrir hann er brunnið niður í lóan á þér sko. þannig að það tók mig alveg bara eða þetta var örgulega, burnout var ekki til þannig en örgulega eitthvað svona burnout sko. en af því ég bara fann ekki neitt sko. En viltu meina að þetta hafi verið burnout bara í tengslu við þetta málefni eða líka bara fannstu einhvern veginn að sköpunargáfan var að skortnum skamti? Já, ég var bara búin að keyra út einhvern veginn allt sko. og svo kemur hrunið og þú veist það var bara allt orðið svo mikið læti og komst bara ekki af stað í næstu bók sko. Ég var fastur í fyrstu 20 blaðsíðunum bara í 1 ár eða eitthvað sem er ótrúlega skrítið vegna þess að fyrstilega er maður rosalega upptekinn maður er alveg brjálæðislega upptekinn maður er einhvern veginn að gera eitthvað rosalega mikið, alltaf og aldrei í frí, ég gera neitt en samt ekkert að koma fram á henni sko. þannig að loksins náði ég bara að slíta mig frá og fór bara til New York í mánuð og var inn á herbergi hjá vinum mínum Sigga í New York bara notaði það sem svona fjallakofa og þá loksins náði ég fyrstu 100 blaðsíðunum í Tímakistunni. Það losaði stípluna fyrir þig? Ég þurfti bara að komast frá bara að maður lendir bara í ykkur svona tyggjói bara maður lendir bara í ykkur svona daglegu amstri og svona litlum verkefnum og litlu tuttli og já, þannig að þá komst ég loksins frá en það tók alveg í rauninni alveg 2-3 ára að skrifa það bók sko. Ok, það var, já, mér finnst þetta svo áhugavert að þú ert sjálfstætt starfandi og þú sagðir á fyrirlestri sem ég var að hlusta á með þér að það erfiðasta sem þú gerir er að skrifa og sem sagðir ég verði miklu frekar bara til ég að helluleggja eða eitthvað. Það er mjög gaman að helluleggja sko. Þannig að það er til hellulegn eftir mig við Rekagranda, nei ekki Rekagranda á Meistarvöllum þannig að það dreifistu þar ég kíkja á það sem er hellulegur. Já, það er Jötunsteinn 10x5 cm x 7 og Jötunsteinn er skemmtilegur að helluleggja því það er eins og legokuppur. Meinar. Já, ég hef kuppað, það er sambarlegt. En það var þetta skemmtilegt þannig að á Meistarvöllum og þá svona þetta er að skrifa svona hellulagningar sjálfshjálpabók af því að það var eitthvað 19 eða 20
hafði aldrei hellulegt á þér, það er bara handlanga hellulagningu og verkstjóra minn sagði þannig að ok, fór með mig á Meistarvelli, þetta er stór dreifistöð, mjög stór, bara heilt hús, ekki eins og litlu aðvitustöðarnar heldur, stór dreifistöð. Ég ætla að láta eins og ég viti nákvæmlega hvað það tala. Svona orkumannverki og það var allt í drasli, það var bara grús í kringum hana og svo er hann að sína mér hérna, já, svo það er hérna 200 fermetra torfi og 1000 fermetra plan eða eitthvað og það þarf að setja jötunstein og hérna teknikinn og ég vissi ekki af hverju hann segir mér þetta og svo sem bara, og þú ætlar að gera þetta og ég bara, já og þú fær 4 stráka með þér og þeir voru svona lötuðsir strákarnir hjá Rafmagnsveitunni og við fengum Toyota Hilux Jeppa og ég hafði, þú veist, ég vissi svona hvernig þetta heldur ekki en í rauninni hafði ekki borið ábyrgð á því og þannig bara varpaði hann ábyrgðin á okkur og við tókum það svo alvarlega að við fórum aldrei í kaffið að mat vegna þess að okkur fannst svo mikið til þess koma að við fengjum þess ábyrgð að gera þetta og við vorum búin að rekna út að við ætlum að fara í mat nýr í Elliðaárdal þar sem höfuðstöðarnir voru á hverjum, þá myndum við missa klukkutíma nánast á dag bara í að fara fram og tilbaka sem mátti ekki gerast. Nei, því að við ætlum að gera þetta svo vel. Það var bara eins og það var að hellulega ykkur eigin lóð bara. Já, síðan komu hellurnar og kom svona 20 tonna hellum á föstudegi og ég segi 20 tonna, ég veit ekkert hvað það er alltaf bara svona 10 bretta af hellum og svo komum við daginn helgin eftir og þarna nei, á mánudeginum þá er allar hellurnar horfnar og við bara, hvað er að gerast? Það er búið að stela hellunum okkar, þú veist 20 tonn af hellum, bara heill trailer af hellum sem er búið að stela frá okkur og ykkur er sjokki svo löpum við bak við dreifistöðuna og það er kastali bara risastór kastali úr hellum þannig að börnin í hverfinu hefðu borið alla helgina, allar hellunar bak við hús og byggt kastala og þannig fyrsta lagi við fáum ábyrgðina og stöndum undirinni og erum mótiveraðir börnin vissi ekki þau voru að bera 20 tonna hellum, þau voru að leika sér einmitt og þau, það tók okkur svona 4 daga að bera hellurna tilbaka Já, það var svona mikil vinna Þetta var svona mikil vinna, já en þetta var eitthvað svona barnaþrælkun sko, sem að börnin hefði lagt á sig sjálf og þá fattar maður hvernig svona sjálfsjálfabókin fellar svona dræfið sko Já, þannig, þetta er hugmyndin að sjálfsjálfabókin hvernig að fá okkur til að gera eitthvað og láta hann halda hann sig að leika sér eða láta unga stráka ekki vera latir heldur halda þessi að gera merkilegst í heimi sem er að hellulega eitt plan Var það bara ábyrgð? Já, þannig að þegar kærasti minn kom frá þarna Portugal eftir mánaðar fjarvistir sólbrún og gullfalleg og bara við svona logandi af þrá þá áður en fórum heim þá fór ég samt koma aðeins við á meistara til að sína henni planið sko. Þóttu bara væntum þetta af því það hafði ekki verið við vorum ekki byrjaðir þegar hún fór út sko. en núna voru búnir og það kom tröppur og allt sko, og þökur Það var bara þitt listaður hvernig? Já, þetta var mjög skemmtilegt já, voru ekki talað bækur svona, Já, sko, mér finnst þetta samt áhugavert út af því að þarna er þetta að tala bara eins og eitthvað sem hljómar svo þurft að gera að helluleggja Já En þú finnur einhver drifkraft í því og það hljóma líka erfitt, ég meina líkamlegt erfið að helluleggja, að halda á svona þungum hellum, en að skrifa Já, en að skrifa er í rauninni eiginlega erfið sem ég geri sem finnst út að þú veist, það finn alltaf eftir hvernig þú horfir á það, ég meina einhver helluleggingamæður myndi mögulega halda það að vera auðveldast sem hann geti gert, vera að skrifa Já, þú veist hvað ég á við Sko, fyrirlestur hugmyndavinna þannig að búa til auglýsingaherferð eða bara brainstorm, bara alls konar hlutir eru svo miklu auðveldari heldur en að gera bók og reyndar er kannski ekkert máli að gera bók en fyrir mér eins og ég sé bók að þá verður bókin einhvern veginn vera svolítið eins og þetta plan sko. það merkilegsta í heiminum á þeirri stundu sko. og þannig að
myndi aldrei nenn að skrifa bara einhverju venjulega sögu. Það verður að vera eitthvað mikið í húfi þegar ég skrifa og mjög erfitt ef ykkur segir mér að skrifa eitthvað bara, ég ætti mjög erfitt með að skrifa af því ykkur bæði mig það og þetta þarf að vera eitthvað sem að sækir mjög sterkt á mig og þarf að vera með eitthvað þetta dræf þannig að ég svona mér finnist ekkert mikilvægir í heiminum heldur að gera þetta sko. og það getur tekið bara langan tíma að finna akkurat það og síðan að helga sig því sko. Að hafa það mikla trú á því að maður segir bara ok, þetta skal verða veruleika ég ætla að klára þetta bara sama hvað það kostar og svo þetta náttúrulega misjafnlega erfitt stundum er að skrifa eitthvað persónulegt stundum er að búið til ævintýra heim og eins og tímakistan það þarf að vera eitthvað risa heimur Lofstar var svona algjört sýrutripp sko, þá þarna hún skrifið 2002 og þá var ég áður en áhrifavaldar og Facebook og allt þetta komið inn en all loforðin eru komið fram hvernig heimurinn muni verða og að taka einhvern veginn framreikna það allt saman og setja það í einn heim og síðan núna Tíminn og vatni þar sem ég þarf að skilja allt hvað var það sjávarlíffræði, jöklarannsóknir loftslagjarðar, Himalaya fjöllin norræna goðafræði buddhisma, sögu Kína og það náttúrulega tekur alveg óra tíma að ég verði náttúrulega að bæta þetta inn í og gera það áhugavert sko. og gera það áhugavert, já þú veist, í alvörinu, mér finnst þessi bók eiginlega snúast smá það bara hvernig þú fær mig til að halda áfram að lesa eitthvað sem að væri best bara að í rauninni loka á að einhverju leiti, veistu hvað ég er að fara með þessu? Í rauninni er ég að plata fólk sko plata fólk til að lesa þetta er svona eins og þarna búið til sítrónulýsi þetta er svona sítrónulýsi aðeins betur en þú þarft að taka lýsi sko og þannig við langar kannski ekki alveg taka þetta þráa lýsi sko en ég ætla að búið til sítrónulýsi en nei, í rauninni sko er það listin sko er að hvernig á að taka það sem er mikilvægst í heiminum og ég hef svona mikla trú á að fólk þurfi að vita og tilengja sér og láta það vera þannig að það bara rennur í gegn sko. Og fólk bara reynilega í fyrsta lagi vill lesa það og langar til að klára að lesa það og skilur jafnvel eitthvað í því sko. Algjörlega. Og það var bara eins og ég segi alveg hellað að láta það ganga upp sko. af því að þetta er svo mikið upplýsingum og ég þarf bara að velja hvað upplýsingar skipta máli og hvað upplýsingar skipta ekki máli sko. Og ertu þá ekki oft bara, hver er ég að vera eitthvað að velja þetta maður? Jú, ég var alveg bara hver er ég að vera að skrifa þetta sko. Já, og sagði mitt frá, var það í München þar sem þú hitti vísindamann sem að bara sagði við, þú veist, af hverju ertu ekki að fara af enn meiri krafti í þetta? Af hverju ertu ekki að miðla enn vísindalegri málflutningi í þínum verkum? Já, það var nefnilega sko, hann spurði mig, þetta er Wolfgang Lucht, mjög merkileg maður, að hann spurði, af hverju skrifur ekki með þetta? Og ég sagði, ég er ekki vísindamann, mér finnst ég ekki vera að tróða mér en ykkar svið. En hann sagði, ég er ekki sögumaður. Ég get ekki sett þetta í söguform, ég get ekki miðlað þessu. Og þetta er það stórt að hver og einasti jarðarbúi á að geta skilið þetta og miðlað þessu. Það er að segja, veist, alveg svo þú getur miðlað hvað það er að búa í lýðræðissamfélagi. Það er ekki komið til stjórnmálafræðingum að fjalla hvað er lýðræði eða hvað er rétt og rangt, hvað er afbrot og hvað er ekki afbrot. Veist, hvað er morð og hvað er ekki morð. Það er ekki, já, var þetta morð? Já, lögfræðingarnir verða að skilja. Það er ekki að svona grunngildi eða paradæmi eða viðmið verða að vera eitthvað sem við ætlum tilenga okkur. Hvað er umferðarreglur? Við verðum ekki bara vittlisir akrein af því við verðum ekki umferðarlögur. Var ekki þarna bara eins og með frelsi og jafnrétti? Jú, eins og með frelsi og jafnrétti, já. Með Jörund Hundadagar. Mér fannst það mjög, þar fannst mér eiginlega svona, það var mjög skýrt dæmi hvað gerir þetta vel, að bara svona benda á að þó við skiljum þetta ekki núna, það þýðir ekki að þetta sé ekki mikilvægt. Og að taka bara eitthvað dæmi úr Íslands sögunni fyrir einhverjum árum sem er ekki, þú veist, árið 1100 og eitthvað. Nei.
og tekur dæmi bara að við hlutir í dag sem eru svo sjálfsæðir við vildum það ekki út af að við skildum það ekki á ákveðnum tíma. Þú veist, ég myndi eitthvað eftir 200 ár segjum sem svo að við leysum þetta þau eru bara komin hrein orka allstaðar og bara engin rusl hefur lengur þau eru bara komin svona hringrásarhagkerfi að hugsa einu sinni vildi fólk þetta ekki og það verður allir bara hvað meira með fólk vildi þetta ekki af hverju vildi þetta ekki bara því það bara vildi hafa svona pústurör og álsnesið og þóttu svo vænt álsnesið bara, ég skil ekki bara, vildu þetta ekki voruð ekki neitt til að vilja þetta ekki nei, þau bara vildu þetta ekki sjálf og það mun ekki skilja þetta sko. Og þannig að ég að skrifa líka og dálítið í fyrirlesturum núna hvað það að vera í viðmiðaskiptum svona paradigm shift þegar kvenfrelsis hugmyndir koma sem að frelsa konur það ekki eins og allar konur hafi viljað það það er náttúrulega nokkra bara brjálaðar frekar skessur sem voru að tala þetta en öfga skessur og en svona prúðu konur það bara hvað það að vilja upp á dekk hérna og þegar 88% landsmanna voru leiguliðar og Jörundur segir að svo vel fátækur sem hinn meira áttar eigi taka jafn mikla hlutdeild í stjórnum landsins og bara hvaða rugl það þannig að þeim sem var fátækur honum fannst ekki hann að ég skilji það stjórna og að samanskapi þegar orðið stjórnum sjávar kemur fram árið 2006 þá hef ég sagt fólki ég ætla ekki að fara að skamma ykkur hérna að það bara í eðli við með að skipta að sá sem fertugur þegar að hugmyndin kemur fram mun líklega ekki skilja hana og mun að minnst okkur aldrei skilja hana á sama hátt og sá sem fæðist þegar hugmyndin kemur fram skilur að það bara allt annað hvernig súmanniski mun skilja hugmyndirnar svo sem fætt í dag eða fættur að fara að skilja tímur og vatnið á allt annan hátt heldur en við skiljum hana í dag eða þessi viðfangsefni. Það svolítið óþægilegt að heyra þetta þegar þú segir þetta þá ertu að segja í rauninni þú myndi ekki skilja þetta og maður svona, já ég skilði ég mun ekki skilja þetta en það ekki hægt að gera sér það í hugunum. Nei, og svo hef ég líka og svo náttúrulega staðreyndin svo að það erfitt að maður getur ekki skilja hvernig maður skilur ekki eitthvað. Nei, þetta bara eins og ég myndi spila dubstep fyrir ömmu mína hún myndi alveg sína svo virðingu en hún myndi aldrei hlusta á þetta sjálf sko. Nei, ég aldrei fara eitthvað að taka reyfið á þetta sko. Nei, já, í rauninni hún myndi aldrei skilja þetta sko. Nei, og það í rauninni það sem við erum stöndum fram fyrir núna að við þurfum að skilja þetta að hugmyndaskipti verða þegar í rauninni hugmyndin deyr út með ákveðna kynslóð og ný kynslóð kemur inn með nýja hugmynd en málefni er svo brýnt núna ég meina Trump 70 eitthvað þannig að sá sem í við sem erum 40 eitthvað við getum alveg verið leiðtogar eftir 30 ár sko. Já en kynslaðskiptin þurfa að verða mjög brött og ég hef verið að segja fólki að í viðmiðaskiptum annarkvort ert þú breytingin tekur þátt í henni og stuðlar að henni eða lendir í henni það vill enginn vera kallinn sem ennþá að klípa þegar MeToo kemur og vera ennþá smá klípa 2 vikum eftir MeToo hann ekkert að fara neitt sko, mikið herra í sínu starfi sko og samanskapi hagkerfi fyrirtæki annarkvort komaði breytingunni á þess að fyrirtæki geta orðið risaeðlur og einstaklingar ef þau hafa ekki tilengið sér þessa þekkingu en svo getur líka orðið fyrir breytingunni sem þá þar sé annars vegar félagslega efnahagslega eða þá verður þau fyrir flóðbylginni þegar breytingin hefur orðið þá á jarðarænum skala þannig að annarkvort ert þú breytingin eða verður fyrir henni félagslega, efnahagslega eða af náttúrunum völdum. Heldur þú að geti breytt skoðunum og gert fólki kleift að skilja ástandið vel þó að sé í rauninni af eldri kynslóðinni, veistu hvað er að fara? Jú, sko, já, ég er ekki alveg 100% svartsýnn á að við getum ekki skiljað þetta einhver leiti en við sjáum samt alveg að og það bara sjá sögu breytinga að það þarf ofta að ýta á fólk með eitthvað svona valdi það er að segja, þú þarft að við látum okkur svona dreymum að við munum svona svífa við munum bakka bensínjepparum í stæði og svo dönsum við svona
inn í Tesluna sem er lagt við hliðina sko. Það verður miklu meiri tröflun sko. Af því að breytingin þarf að vera svo róttæk að það þarf einhverju tröflun sko. Að það mun einhver tröflun á sér stað í svona stóru breytingu, að það er alls konar fyrirtæki sem að verða bara úreld, það er alls konar starfsemi sem bara á ekki lengur við, það er alls konar þekking sem er bara á endastöð, en á sama tíma þeir sem eru 15 ára í dag að öll þeirra starfsæfi fjallar þetta. Það sé að við ætlum ekki að láta sýrustig sjávar falla 0,3. Það ætlar enginn að gera það sko. Það ætlar enginn að missa frá sér freðhvolfið jöklana á 100 árum og því lengur sem getur frestaði þeim en betra og síðan ætlar enginn að missa jörðina inn í einhverja svona loftslags óreiði sem er mjög líklegt að við gerum ef við höldum línulega áfram eins og við gerum. En þetta sem, breytingin sem þarf að verða, þarf hún ekki líka, þurfum við ekki svolítið að hverfa aftur frá í rauninni bara lúksusnum, bara þeim fríðindum sem við búum við, eins og það bara, ég meina það er hægt að taka allan skalan á þessu en bara eins og flugferðir og alls konar hlutir sem að við kærum okkur ekkert sem er á kostnað í rauninni jarðarinnar og loftslagsins og... Jú, sko, þetta er líka tvíbent að það er auðvelt að vera með einhver skömm, nánast svona kalvíniska skömm yfir að vilja fljúga kringum hnöttin, það er ekkert slæmt að hafa vilja fljúga kringum hnöttin, það er bara frábært að við skildum hafa komist þangað að geta það og ég trúi því alveg að við vil skapað eitthvað svona frið í heiminum með því að tengja okkur svona mikið saman að miklu erfiðar að búa til andlitslausan óvinn þegar þú átt vini út allan hnött sko. Þannig að við þurfum að laga tæknin okkar við þurfum áfram að vilja gera þetta en við megum ekki gera það í andstöðu við framtíðina. Þannig að flug er til og með svona 1-2% í heiminum og líklega þarf að draga það mikið saman. Það er mjög erfitt fyrir Ísland 1-2% af útblæstri í heiminum. Já, ekki meira. Nei, ekki meira sko. Þannig að það er kjöt er til dæmis miklu meira en flugið. Sement er 6% í heiminum. Þannig að þegar ég fyrirlesta fyrir ungt fólk þá segir þeim ok, það er alveg sama í hvaða fag þú ferð, hvort sem verður bóndi eða verkamaður eða smiður eða líffræðingur eða hvað þú ætlar að gera öll starfsæfið þín fjallar þetta. Það er að segja að við ætlum að ná losun mannkyns niður í 0 á 30 árum sem er bara í dag hljómar eins og bara algjörlega fáránlegt verkefni. Vísindamenn hafa samt talið að sé tæknilega mögulegt en það er brjálaðisli truflun í þessu sko. Þeir allan bílaðinnað þannig að við heldum að börnin okkur verið kannski fara meiri í sýndarveruleika og eitthvað svona VR og eitthvað svona og ennþá svona óáþreifanlegri Snapchat veruleikar og svona en í rauninni eru þið bara að fara í mold og tré og samgöngur og járnbrautarlestir og mat hráefni bara innviði og ég verið að tala við ungt fólk mjög mikið sérstaklega svona 20 og segja þetta er ekki endilega neikvætt það er að segja svo lengi sem þú ert ekki í Sýrlandi sko, svo lengi sem þú ert með bara allavega nóg, þú veist, þú ert með grunn innviðina á hreinu eða þú veist grunn þú stendur á einhverjum samfélagslegum grunni, það er ekki búið að leysa upp samfélagið, að þá á meðan það er, þá er þetta mjög spennandi áskorun sko, að vera kynslóð sem breytir þessu. Það er að segja, það er ekki droslega gott kerfi að það sé bílaröð alveg nýri Mosó sko. Það er ekki luxus heldur. Nei. Þó þú sért á Range Rover í bílaröðinni, þá er það samt ekki luxus. Einmitt. Það er hvorki luxus gagvart þér, gagvart heilsuðinni, gagvart nettinum, þannig við erum stödd í einhverjum stórum misskilningi líka hvað er luxus og hvað er ekki luxus. Já, algjörlega. Og luxusin er að búa í innviðum sem að fleita okkur bara mjög vel inn í 20. aðra öldina sko. En samgöngur svona innan bæjar, er það, veistu hver prósentan er þar? Já, sko, það er bara mjög mikið. Það er eins og Íslandi er 1.000.000 tonn á ári sem er bara í rauninni bílaflottin okkar. Og af öllum útblæstri, veistu hvað sem? Já, í samanbyrju flugið er svona 1.000.000 en bílarnir er svona 1.000.000. Okay. Og við erum náttúrulega mjög háð fluginu
þetta getum við sleppt fullt af helgaförðum og við þurfum að virða ofur kraftana sem olían er að færa okkur. Þú veist, við eigum náttúrulega bara að stoppa þegar við lendum í Danmörku og segja bara þakka almættinu eða forfeðrunum eða hvað, bara fyrir 2 tímum var ég á Íslandi núna í Danmörku og það er stórkostlegt, skilur við erum orðin svo vanþakklátt og svona blind á ofurkraftana og gæðin sem að olían hefur fært okkur og svo við þurfum að fara að virða það að það er ekki alveg sjálfsagt að kveiki ykkur bara til þess að skemmta sér. En heldur það sé hægt? Ég elst upp við það að það bara tekur 2 tíma eða 3 tíma að fara til Danmerkur. Ég þekkti ekkert það bara stórhættulegt ævintýri að sigla þangað hér á árum áður. Nei, sko, Íslendingar verða alveg örugglega háðir fluginu áfram og eins og ég segi, það eru kannski aðrir þættir sem við munum kannski taka niður fyrst áður en við tökum eitthvað sem eru svona bara grunn innviðir hjá okkur. Að við getum alveg tekið bílaflottan á 10 árum. Við vitum það alveg, sko. Og ég hef oft spurt stjórnmálumenn ok, við erum hérna á mjög skrýtnum stað við vitum að það þarf að taka á þessu við erum með gráa daga í Reykjavík hvað er það? Að hafa alveg upp í hreinasta landi heimi og allt í hennu er mega börn ekki fara út hvað ofbeldi er það hvernig var það ekki þannig sem Múrmansk var til skilur bara svona smám saman frá því að vera eitthvað svona fallegt tundrusvæði yfir að vera eitthvað svona skítahóla sko. Hvernig smám saman sættur þið við að allt í hennu til eitthvað sem heitir gráir dagar þessum börn með ekki fara út hvað rugl er það og hvað væri það í rauninni ofbeldisfullt að segja á næsta ári ætlum við bara kveiki 90% af þeirri olíu sem við brendum í fyrra myndi það skaða okkur að fá far 10. hvern dag eða taka strætó eða labba 10. hvern dag er það róttækt er það truflun sem að eða er það kannski bara truflunum sem þarf til þess að keyra breytinguna í gang að sem svo við ákveðum bara á næsta ári verður bara kveikt í 90% af olíunni fer fólk þá ekki bara að hugsa öðruvísi stilla hlutina öðruvísi upp og náum við þá ekki bara þessum stórkostlega árangri á einu ári og þá er ekki bílaröðið í Mosó og fólk ekki klukkutíma að komast frá Borgartúni upp á Kringlumýrarbraut skilur, ég meina við erum í rosa skrýttum stað sko. Og síðan hraða rafbílavæðingu og síðan náttúrulega bara almenningssamgöngum og svo komnar allar þessar létt ég meina allir sem hafa farið váhringin kringu landi þeir geta alveg farið á rafhjóli í vinnuna Einmitt sko, við erum í það miklum luxus að fólk er að henda sér í sjálfskipuð erfið, ég er að hlaupa mikið, en akkur hlaupi ekki bara í vinnuna eða labba hingað og þangað, sem ég reynda að gera meira af eftir að ég byrjaði að hlaupa en ég bara svona hugsa að við höfum þetta það gott að ég neyði mig til þess að fara út í líkamlega vinnu og stilliði upp eftir settum og reppum og borga fyrir aðganga þessu og keyrið þangað sko. Þetta kláraði bara leiðinu vinnuna sko. og leiðinu tilbaka síðan eftir en það er þetta er einhvern veginn svo öðruvísi sko. en það sem er náttúrulega og svo er þetta náttúrulega eins og losunin á Íslandi er mikið til út af framræslu mýrlendis sveitirnar brenna í rauninni út af skurðum sem voru grafnir það er örgulega svona 80% af losunin er bara þaðan sko. og síðan 80% af heildar losun já, og er þetta eitthvað sem við höfum stjórn á? Við getum bara mokað onni í skurðina Er þetta í alvörunni svona mikið? Já, og síðan álverin þau eru tvöfalt meira en flugið svona 1,5 miljón tonn frá álverunum og þannig að það er fullt af þáttum sem við erum hægt að taka á og í rauninni myndi maður alveg segja að næstu svona það ætti til að vera svona stríðsára hagkerfi á meðan við tökumst á við þetta Já, bara allir saman á eitt Já, í rauninni sko vegna þess að þetta er það alvarlegt og það þarf að breyta hlutunum á það róttækan hátt að það, eins og ég segi, þetta gerist ekki bara á því að það gerist ekki með vanagangi skilur það þarf í rauninni forgangsraða hráefnum í Evrópu til dæmis í vindorku og sólarorku og skala upp tækni í vindorku og sólarorku
og síðan í rauninni tálka burt svona verstu svona stærstu þættina sem að eru bara hægt að taka bara út eiginlega leið, sem eru með svona bara einhverja bílaræðir, samgöngur sem síðan matvælaframleiðsla. Það alveg rétt sem menn segja að fara í jurtaríkið í meiri mæli. Keto ekki lausnin sko. Jurtaríkið er málið sko, og ef við ætlum að fæða 10 milljarðar jarðarbúa þá getur jurtaríkið gert það, en það er ekkert að gera það með því að setja mat í gegnum dýr fyrst. Þetta við gerum á fyrir því að fjölgi upp í 10 milljarðana. Já, þá eigum við nóg mat fyrir alla sko. En eins og þetta, og þú tala líka það í bókinni alveg frekar framalega, þegar það var einhver sófasálfræði kringu það megi ekki skella svona rosalegri skuld á, eða koma með svona hræðilega fréttir til fjöldans, því að þá mun hann bara lamast. Já, og síðan svona rekur það svolítið í burtu bara með eins og dæmum það að fólk styrkist í rauninni frekar við að heyra svona slæma fréttir eða lenda í hremmingum og svona anti-fragile pælingin. Já. En hvernig það eins og fyrir fólk að hlusta á þetta eða heyra fréttirna af því að bílarnir eru 1-2% og þú ert kannski að hlusta á þetta í bílniðinum, og síðan heyrur það eitthvað votlendi og mýrar eru 80%. Bílarnir eru alveg sko svona 10%. Okay. En votlendi, flugið er 1%. Í heiminum sko. Já, ég Á skilji, Íslandi er samt flugið talsett mikið, því við erum svo háð flugi. Já, ok. Og við erum náttúrulega við erum að fljúga náttúrulega með útlendinga, það sem er náttúrulega gera þetta líka flóknara sko. Já. En votlendið er eitthvað sem er ekkert að taka á bara með 5 ára átaki sko. Það þarf að vera byggt náttúrulega á vísindum að rannsóknum á vísindum, en mjög líklega verður að taka helmingin, af því að megnið af votlendinu sem var ræst fram er ekki nýtt sko, til sem tún eða neitt, heldur bara menn fengur borga fyrir að móka skurði og gerði það bara. En er lausnin sem það til? Lausnin er til, bara mókun í skurðinu. Og er þá vandamálið fjármagn? Já, eða ráðstöfun fjármagns? Ekkert mikið fjármagn í rauninni sko. Það þarf bara jarðið til að móka hún í skurðinu. Það er eitthvað fjármagn, en líka bara vilji, og svo náttúrulega er tregða sko. Það tregða í öllum kerfum að bóndi vill kannski ekki endilega breyta landinu sína aftur í votlendi sko. Og við viljum kannski ekki endilega hjóla í vinnuna. Tregðan er rosa mikið hjá okkur, og spurningin náttúrulega er líka að hvaða marki er breytingin vegna þess að við viljum breyta hlutunum og breyta þeim sjálfviljug, eða vegna þess að það er sett lög sem að meina okkur að gera hluti. En bara einföld spurning, af hverju er ekki verið að móka hún í þessu skurði bara akkurat núna? Já, það er þessi tregða sko. Að það er bara kynslóðin sem að er 40, 50, 60, hún skynjar í raun ekki loftslagsvandan sem er raunverulegan. Hann setur sig kannski upp á mótunum bara. Já, margir, en samt sko, skynjar hann svona, en samt ekki þannig að hann sé alveg hann í rótina, og að það sé svona, það er ekki þessi sko, þetta er ekki það brýnt að þessi sé forgangsræða. Já. Og þetta er ekki tekið svona alveg eins og alveg neyðar ástand, þar sem björgunarsveitir eru kallaðir út, þar sem að þú sleppur sumarfrí og klárar eitthvað sem það er að klára sko. Heldur, þetta er bara svona, það á að klára þetta einhvern veginn bara í einhverju rútínu, mjatlega þetta út smátt og smátt, og þannig er allur heimur núna sko. Þess vegna er hugsanlegt að þetta breytist ekki fyrir en að Greta Thunberg er orðin svona 26 ára og þeirra kynslu er virkilega bara búin að loka einhverjum verksmiðum skilur, eða loka einhverjum kólaverum, eða þú veist bara eins og suffragetturnar, eins og sjálfstæðishetjur, þú veist eins og bara hefur alltaf þurft að ganga kannski aðeins lengra til að breyta hlutum. Að það getur verið að við munum sjá svoleiðis ferli í Evrópu á næstu 10 árum, þar sem að fólk mun byggt á þessum upplýsingum verða miklu svona róttækari hópar af ungu fólki sem að ýtir, stoppar, lamar á miklu meira afgerandi hátt heldur en við höfum kannski upplifað áður.
Ég fann samt alveg fyrir því eins og bara þegar að, og þú snertir líka á þessu í bókinni að þegar við erum að tala bara svona þessi stóru orð, bara loftslagsbreytingar og hnattræn hlýnun og allt svo leiðis. Ég ætla ekki að segja að ég lendi í þessari lömun en ég finn alveg fyrir svona smá þarna sko, bara þetta þú veist, það nóg að gera nú þegar ég hef ekki alveg klukkutíman lausan í að setja minni í þessi mál og bara það eitt að sjá suggested video á YouTube sem segir is climate change real? Það svona gefur mér smá von. Já, ég veit það, ég er nefnilega fárlegt á þetta hljóma. Mér finnst nefnilega mjög afneitinu rosa þægileg sko. Einmitt. Manni líður miklu betur og losna við alls konar samviskubit og hugmyndir hvað það er að gera og sérstaklega maður nær einhverjum svona prófessor eitthvað þar í Cincinnati sem sýnir maður nokkur línuritt sem maður skilur ekki alveg og eru með svona jarðfræðilegu ívafi og sýna manni hvað er búið að svindla mikið á okkur sko. hvað þarna þetta stóra samsæri þannig að vísindamanna sem er aflað sér styrkja til að ljúga að okkur loftslagsmálin þá hugsa maður bara, hörðu, þetta verður nú þægilegt ef þetta verður nú bara sett sko. og ekki bara það heldur að CO2 góður fyrir gróður þannig að rauninni þegar ég keyri í eppa minni vinna þá er ég svona nánast að vökva plöntur bara snúið þessu við ég er bara svona nánast að vökva plöntur bara það ekki með setna þannig að ég bara er að bæta heiminn með því að bæta meira CO2, bara eins og bændur dæla CO2 inn í gróðurhús og þetta náttúrulega er staða sem er búin að lama okkur mjög lengi sko. að þetta er kallað svona vafaframleiðsla það er að segja vafinn það dugði mjög lengi tóbaksiðnaðinum að læknir kemur og segðu bara að það er líklega að þú fengir ekki kvef ef þú bara rektir kamel sko. Að það bara hreinsar lungun styrkir þig, herðir lungun dálítið, þannig að það er líklega að þú fáir ekki lúnabólgu eða kvef og það dugði að fá eitthvað svona kalla fram til þess að þarf ég að þetta ekki það er rosa erfitt að þetta ekki og að sá efasemdum og auðvitað þú veist grunnur vísinda eru efasemdir skilur, það er grunnur vísindana og í loftslags vísindunum eru allir að gaggrina hvern annan og þráspyrja gögn og ég meina þannig er vísindaheimurinn en þannig er að koma gaggrinni annars staðar frá í raun ekki úr vísindum heldur úr einhverjum hjáfræðum og það er ekki að sama og gaggrinni sem er með sama tungumál og vísindin að þarna er þetta bara í rauninni fólk sem bara segir mér finnst og svo er skellt fram hlutum sem er ekki vísindalegir eins og alveg það er alveg rétt eða eru réttir í ákveðnu samhengi það er alveg rétt að aukið CO2 þarna það grængar með auknum magna CO2 en hins vegar leið og hækkar hitastíð þá minnkar raki í skólendi og við sjáum þess að skógarelda sem eru alls þar þannig að grænkunin er ekkit endilega að fara að skila sér og þegar þú ætlar að færa heilu vistkerfin bara vistkerfi færa sér ekki á 100 árum sem hafa verið að þróast eitthvað á 10.000 árum þannig að og þú hækkar hittan og jú grængar einhverstaðar en það er ekki farið að gerast í Pakistan það er ekki farið að gerast í Íran og ég var í samskiptum við börn í Íran og leikstjóra sem gerir bláa hnöttin þar og þau voru búin að fara í gegnum sumar af 55 gráð hita ég var í samskiptum við þau á Instagram þó Instagram sé bannað í Íran það er þarna 55 gráð hiti og uppskýrubrestur eitthvað 50 ári í röð og þá fer fólk í borgina skilur af því að sveitin bregst fattar náttúrulega ekki að borgin fær sitt blóð úr sveitinni skilur, þannig að þá byrjar þetta sem við sáum í Sýrlandi og víðar, þar sem að þrengir síðan að í borginni og engin sveit að dæla inn gæðum eða vörum eða
eða mat og þá sjáum við kollvörpun og hrun á samfélagum og þannig að þetta ábyrgðarleysi í þarna afneituninni er í rauninni glæpsamlegt sko. að við sjáum bara menn koma og segja bara CO2 veldur ekki hitun, það veldur kólnun þú veist, fólk bara segir bara eitthvað svona og það er ekkert byggt á vísindum en menn skrifa jafnvel greinar í Morgunblaðið ég sá eitthvað, Friðrik Danielsson efnaverkfræðingur, ég var í svona litlu debatti við einhvern á Facebook daginn og hann sagði, og hann postaði þarna, Friðrik Danielsson efnaverkfræðingur virtur efnaverkfræðingur, ég held að hann sé ekki hann er ekki starfandi vísindamaður Friðrik Danielsson efnaverkfræðingur hann segir hérna að CO2 bara get ekki valdið hlýnun það sé bara efnafræðilega ómögulegt að auki CO2 valdi meiri hlýnun jarðar og ég sagði svona bara mikill meistari meðal okkar vegna þess að Friðrik Danielsson var að kollvarpa sko, rannsóknum NASA, Potsdam veðurstofunar bara ef Friðrik Danielsson var þarna í Morgunblaðsgrein að kollvarpa þekkingu sem í öllum rannsóknarstofnunum vísindastofnunum heims þá vil ég setjast við fótskor þessa meistara getur að gefa mér samband við hann og hann ætti að fá Nóbelsverðlaunin vegna þess að hann er bara okkar Kópernikus skiljið, hann bara mætir þarna með grein í Morgunblaðið, efnaverkfræðingur og kollvarpar bara 20.000 mann ára vinnu af rannsóknum og gögnum vísindamanna og það er svo magnað að sjá bara svona eitthvað svona hraustur maður og sem kíkja á Facebook statusinn bara svona fjölskyldu faðir eitthvað stórið í bæ sem bara Friðrik Danielsson hann sagði mér að CO2 veldur kólnun, ekki hlýnun lítillátur og hóvær bara mikill meistari er Friðrik Danielsson bara hvað og svo eru fjölmiðlar oft vísindalega ólæsir og þá spyr ég sko, gæti ég fengi grein birta í mokkanum þar sem ég segi eins og allir vita þá var landnám Íslands árið 1820 og þegar að Davíð Oddsson var kjörinn formaður Framsóknarflokksins þá sagði hann, hér stend ég og get ekki annað geti ég skrifa bara svona grein sem var bara svona rugl sagnfræði og fengi hann að birta alveg örugglega ekki en þú getur skrifað grein sem algjör síra vísindi og bara fer hann að birta í mokkanum bara eins og ekkert sé og hvers eiga á almenningur að gjalda að það sé enginn síja á rugl ég er ekki að tala um að með ekki hafa sína skoðanir en það ætti að vera eitthvað svona disclaimer sem segði þessi grein er ekki í samræmi við það sem vísindamenn hjá Raunvísindadeild Háskóla Íslands myndi ekki fá byrt í neinu ef þú fer ekki byrt í ritrýndu fræðiriti af hverju að fá byrt bullvísindi í mokkanum mætti ég skrifa í mokkan að tóbak veri gott fyrir okkur eða þú veist hvað getur ég skrifað Einmitt, og það er náttúrulega líka að segja alltaf fristandi það er bara fristandi að trúa þessu út af ef ég trúi þessu þá þarf ég ekki á ágjur og ef ég trúi andra þá bara þannig á mjög miklar ágjur og svo er ég náttúrulega leikmaður skilur, ég meina, ég er ekki vísindamaður sko. og einhverju voru að segja sko, því að ég segði bara það veri ábyrgðarlegt hjá fjölmiðlum að hleypa einhverjum í útvarpið sem segir bara allir vísindaheimurinn sé samsæri gegn almenningi skattahækkanir eða eitthvað veist, ég meina, eiga svona órar heima veist, ég meina, er ekki þá einhver rannsóknarblaðamenn sem ætti, ekki dómstólar er ekki einhver sem ætti vera búin að fletta þá ofan að þessu samsæri til þess að ég heima í útvarpinu þannig að ég sagði eitthvað í viðtalið mokkan að þetta er bara að vera þetta á ekkert erindi og þá kom strax svona að ég vildi þagga niður í gaggrindum og það er svo sérstakt hvernig það að vantreysta vísindamönnum og saka þá að vera í meinsæri gegn heiminum það eru svona heiðarleg gagnrýnin hugsun skilur, svona alþýðleg heiðarleg gagnrýnin hugsun en þegar ég trúi vísindamönnum og miðla því sem vísindamenn er að segja og þýða það yfir á mannamál þá er ég svona kennarasleikja það er bara gleipir við öllu sem við segja það er bara svona ógagnrýnin kennarasleikja en hvaða forsendur hef ég til að trúa því ekki sem segja eða stilla mér upp á mótið þeim sem einhvers konar andstæðingum minn og náttúrulega í stóriðustefnunni þá ger ég það þá má segja að verkfræðingar Íslands hafi lagt fram eitthvað planum að virkja landið í heilsinni
en ég var ekki að véfengja að vatnsorka væri til eða ég var ekki véfengja að væri rafmagn í snúrunum. Ég segi bara, þetta bara gabb þetta þessar rafmagnslínur, þetta bara gabb þetta bara svona einhverjar súlur sem eru reistar til þess að verkfræðingar fá að vinna. Það ekkert rafmagn í þessum línum, ég var ekki þar. Nei. Þú veist hvar þú stillir upp í raukræðinu sko. Ég upplifði til dæmis eins og núna þegar það er svona máli fullir það er bara svona bylgja og vakning og öll þessi orð að eiga sér stað loftslagsmálin. Ég man samt alveg eftir því og það rifjaðist bara upp fyrir mig þegar ég var að lesa bókina þarna að þegar ég fekk fyrsta síma minn og þá var hægt að breyta svona skjámyndinni, svona wallpaper myndinni á símanum. Ég var með hauskúpu og CO2 undir í símanum og það er bara ósónlegið var bara mitt stærsta áhugjefni. Já, ósónlegið, já. Það var í gata ósónleginu og við værum bara öll að fara að grillast sko. Já. Og bara, þetta var bara mitt áhugjefni og bara þegar fólk var með að prenta út alls konar pappír og eitthvað svona og ég trúi ekki að þessi að henda öllum þessum pappír og mogging kemur inn og þú veist, hann fer bara aftur út í tunnu og eitthvað svona og ég man að síðan það var ekkert eitthvað svona defining moment, eitthvað vendipunktur í minni hugsun en ég bara svona nefndi þess ekki lengur. Nei. Ég nefndi ekki að hafa áhyggjur af þessu lengur. Nei. Og þegar það kom síðan að þessari nýju umræðu og hvort sem það tengdist mataræði eða bílnum sem þú varst að keyra eða fötin sem þú varst í eða flugferðina sem þú fórst í ég hugsaði bara, ég nenni þess ekki eftir. Nei, og það eins og sko mín kynslóð, ég örugglega aðeins eldri en þú, það náttúrulega var kjarnorkuógnin, það var eyðinauógnin og ósónlega samtímis sko. Já, ósónlega og svona koltvísýringurinn, það alveg helt með vakandi sko. Já sko, það er koltvísýringur náttúrulega bara global warming sko, þannig að natræn línur en sko ósónlegið þá voru frjónefnin bönnuð. Er það ískápa dæmið? Já. Þannig að þau voru bara bönnuð og vandamálið er að leysast skilur, þannig að áhyggjan kom lausn kom og svo leystist það og eðinni, ég sá í síðustu viku var Páll Óskar að stunda áhyggjulaust kynlífi í fyrst skipti í 30 ár. Sömu tilfinningu að það. Þú upplifir sömu tilfinningu hann þegar að lausnin kom við þessum eituröfnum? Nei, sko ég hélt þegar ég var 14 sko að heimur myndi bara, við myndum öll deyja úr eðinni sko. Ok. En þannig að áhyggjan kom, aðgerðir fylgdu eftir og lausn kom. Þessar vandamál birtist, áhyggjur fylgja og lausn kemur. Ósónlegið, áhyggjur, aðgerðir og lausn. Kjarnorkuógnin, kjarnóttar voru 60.000 þegar ég var 15 ára. Skilur við? Það var nót til þess að eyða jörðinni í svona 1800 sinnum. Þú veist, þetta var bara algjör stjörlun. Já. Þeir eru komnir niður í 10.000 núna sem bara náttúrulega eða jörðinni svona 20 sinnum og þannig að áhyggjurnar hefði þetta að halda aðeins áfram sko. En við erum á svona mjög skrýtnum svona úlfur stað. Þú veist, það var úlfur og einhver hrópaði úlfur og allir pökkuði vörn og vörðust úlfinum. Svo kom annar úlfur og allir vörðust úlfinum þannig að það var engin étinn og svo kom annar úlfur og allir verðu sig. Svo kemur úlfur núna, það segir bara, já, ekki var ég étinn á úlfunum síðast og ekki þar síðast og ekki þar síðast. Já, þar vegna þess að það var gripið til aðgerða og það var tekið alvarlega. Og þetta er raunverulegur úlfur. Og það er eitthvað svona mjög svona öfug úlfur-úlfur-hrif í ónæmiskerfinu okkar. Minna kynslóðar, ég sé marga tala um þetta, já, allir sögðu við myndum farast á kjarnorkustríði, bara já, við hefðum getað að farast á kjarnorkustríði, það munaði bara einni vodkaflösku, skilur við, að við fórumst ekki kjarnorkustríði, þetta var alveg stór hættulegt. Eðinni varð svartidauði í Afríku, vegna þess að þeir höfðu ekki innviði til að takast á við það, og því miður höfðu ekki haft stjórnmálakerfi sem hefur fleitt þekkingunni þangað til þess að takast á við það, en á Vesturlöndum er búin á tökum á því, og við höfum nákvæmlega sömu og ósónlegið fór ekki vegna þess að við höfum regluverk sem bara tók á þessu. En núna erum við þetta mál og við erum ekki að taka á þessu eins og við tókum á hinum málunum. Og það er út af afneitun, það er út af miklum hagsmunum, út af tregðu og kannski út af því að við erum svo gömul.
ráðandi kynslóð, búin að fara gegnum 3 heimsenda sem við liðum af, þannig að kannski það ekki fyrir þeir sem eru 16 ára í dag, en þá munum þau breyta okkur í risaælur sko. þá verðum við bara sett á eftirlegin sko. En getur verið út að vandamál núna er svo lúmst, það er svo ósýnilegt, þú veist, ég meina þú nefnir hana kjarnorkusprengju, þú veist, það er fátt höggþyngra heldur en eitt stykki kjarnorkusprengja og ja, sýnilega skaðlegt og ég meina við sagan sýnir það alveg bara mjög mannskætt vopn og þú veist, iðni, ég meina það var mjög sýnilegt fyrir Vesturlöndunum, bara, þú veist, ég meina Freddie Mercury deyr úr iðni og það er mjög, það hafði áhrif á mjög marga og síðan nefnir ósónleið, ég myndi vissulega segja að það var aðeins lúmskara vandamál en eins og talar þessi eiturefni voru mjög sýnileg og augljóslega skaðleg en þá kannski ekki valið svona ósónvænt hárspray ef þú aðhylltist ósónleg þá kannski ekki valið ósónvænt versus sko ósóneyðandi. Þetta alveg rétt og það ástæðan fyrir ég að skrifa í bókinu minni tíman sko að þegar vísindamaður sér 2100 af hverju ættir að bregðast við í dag nákvæmlega, og tíminn að leiða þetta vandamál ljós og hvernig getum við hagað okkur af ábyrgð gagvart einhverju sem eftir 80 ár og hvernig við líka skilja að við verðum að bregðast við áður en vandamáli kemur fram vegna þess að þegar vandamáli komið fram þá orðið of seint, þá þetta ekki lengur í okkar valdi að bregðast við, þá erum við bara komin í snjóflóðið sko. Veist, hvernig við sprengja niður hlíðina áður en að flóðið er búið að safnast upp í að verða óstöðandi. Þannig að þar eru einmitt metafórur okkar, er hugsun okkar og kannski eina ástæðin fyrir að skrifa bókina er einmitt þetta, nákvæmlega þessi dílema sem þú ert að fjalla hvernig við skilja að 2160 er okkar innstitími, hvernig við skilja að það er tími sem kemur okkur bara beinlínis við og hluti bara okkar bara innsta kjarna er á þessum tímaskjala og hvernig á að fá okkur til þess að í rauninni vera tilfinningalega tengt við loftslagsmál en ekki bara fræðilega eða vitrænt einhvern veginn, hvernig er þetta að ná þessu inn í kjarnan okkar og þar náttúrulega kemur áskorunin í bókinni sko. Það er að hvernig á að skrifa þannig að þú finnur ykkur ást til heimsins. Ég meina, af hverju viltu vernda heiminn? Það er að því að þú finnur ykkur ást til heimsins og hvað er í þessum heimi? Það er bæði lífríki og svo er það fólk sem þú elskar. Þannig að og svo svona brjálæðislega einfaldar hugsunaræfingar eins og sá sem er 20 í dag og er að byrja í háskóla verður nýræður eða nýræð 2090 líklega munu börnin þeirra miskilja börn miskilja foreldra en barnabörn skilja af og ömmur, þannig að líklega er manneskjan sem að þau munu tengjast best í lífinu fætt 2070 þannig að sá sem er 20 í dag mun eiga mjög nána manneskju sem er fætt 2070 og hún mun vonandi fylgja þessari manneskju eftir í 20 ár og hvenær er svo manneskja ennþá að tala þann sem er 20 í dag sem sinn stærsta áhrifavald í lífinu. Ef svo manneski verið nýræð þá er það árið 2160 þannig að sá sem er að byrja háskóla í dag manneskjan sem hún mun elska mest í lífinu er þarna úti árið 2160 og ég finnst að nota þessu hugsunaræfingu og svo sýni ég línuritt 2090 eða 2100 þá spyr ég hvort finnst þér þetta núna að vera handan þess sem þú skynjar eða bara hálfa leið í svona urgency í neyð í rauninni sko já, hvort finnst þér þetta að vera handan ímyndurafnsins, bleiturinn er að gerast í þar síðustu viku en 2100 er þetta hálfa leið eða er þetta handan eða bara hálfa leið já. Og málið er að þetta er bara hálfa leið sko. þannig að verkefnið sem er ekki bara að koma loftslagsmálunum til skila heldur líka svona tengja þau tilfinningarlega við þá sem við þekkjum elskum það sem við þekkjum elskum og hreinlega breyta tímaskinn okkar og átt okkur á því að 100 ár eru ótrúlega stuttur tími. Já, 2160 er ekki bara eitthvað bara eitthvað fjarlægt í rauninni. Það er ekki fjarlægt. Þú getur
persónulega haft áhrif bara núna á árið 2160 af því að þú munt hitta manneski sem þarna úti sko. Þú getur bara ákveðið hvað þú getur bara, ok, ég ætla að rétta þessari manneski þetta glas hérna og byrja nú að drekka úr því árið 2160 það hægt sko. Þú getur bara beðið þessu manneski, bara geimi glasið upp á hillu, svo árið 2070 réttur henni glasið og segir, ég ætla að byrja að skála fyrir mér 2160 og það bara hægt. Þannig að þetta bara beitt snertiflutur. Mér finnst þarna líka eins og þú sagðir sko, hvað kveikir upp í rauninni þennan, hvað vekur upp tilfinningar til að við viljum ekki skilja þetta eftir óbreytt og eins og þú sagðir hérna grár dagur í Reykjavík og þú veist maður sendir ekki börnin sín út. Mér finnst það rosalega skýrt og bara þegar þú sagðir þetta það var svona, já, vá, þetta ekki ósýnilegt, þú veist það bara óheilbreytt að fara út og anda að sér og enginn vill það fyrir börnin sín og mér finnst svo góðu punktur sem svona Bergur uppi kom með þessa pælingu, hefur lesið Skjáskot eftir hann? Ég ekki komið inn í það, nei. Hann Ég er búin að heyra þetta já. Já, hann að tala hvað væri góð pæling í rauninni að ef snjallsímar myndu bara drepa okkur við og við í staðin fyrir að deyfa okkur svona hægt og rólega að bara einn og einn myndi bara gjörsamlega taka okkur úr umferð sko. Og eins og kjarnorkusprengjan, ég meina þú veist það eitt að vita af kjarnorkusprengju en þegar þú séð hvað afleiðingar hún getur haft þá veist alveg að þetta ekkert eitthvað sem þú vilt hafa vofandi yfir þér. Ég sagði við þetta svona iPad-auglýsingu, fyrsti iPad sem var bara tónhlaða þá var þetta svona manneskja, svona silhouetta manneski sem var að dansa á fulli. Já, með hvítu heyrnartólum. Já, með hvítu heyrnartólum en síðan sá ég aðra auglýsingu þar sem að manneskjan lásin upp í rúmi og þetta var svona eins og myndur kínversku ópíumgreinunum þannig þegar ópíumstríðin voru hérna 1850 eitthvað þá lá hálf kínverska þjóðin bara upp í rúmi bara í ópíumvímu og þetta er rosalegt ópíum sko. Það gott að setja þess að já einmitt, þetta var bara tónhlaða eins og komst orðið, það voru allir dansandi á þessum silhouettu. Ég sé þú varst ekki að horfa á þetta. Þetta var bara í vasanum. Þetta var bara í vasanum, já. Stakst þessi í eyrun. Já, stakst í eyrun, já. En þetta grípa augun þín sko. Ég meina, ég veit tónlistamenn sem náðu að gera fullt á heroinni af því að það var ekki að grípa augun eða neitt en svo fengu þau snjallsíma og ekki gert neitt síðan sko. Meinar. Þetta er stóra ætlis. Finnur þú fyrir því út að þú ert í svona kreatív vinnu að þarft að passa þig á að bara vera ekki með svona truflanir? Alveg rosalega sko, já. Og hefur verið truflaður alveg rosalega. Ég meina, það er náttúrulega, þú veist, ég náttúrulega fæ bara þarna upp í hendurnar, ég er rithöfundur. Það byrtist bara Facebook, ég þarf ekki að bíða 1 ár eftir að vera gefin út. Ég get bara sagt eitthvað bara strax og fengi bara instant feedback bara, þú veist, bara get bara splöðrað á hugmyndunum bara. Já, ég meina þú ert ekki að bíða eftir einum dómi eða eftir að blaðið kemur út eða einhver þessi lesana, það bara þínir áhorfendur og lesendur bara láta þetta strax. Eða mér finnst eitthvað eða ég er einmanna eða ég er eirðarlaus og bara, ég skrifa eitthvað hérna. Eða mér langar í hrós, þú veist, ég nenni ekki að bíða eftir að bóki minn sé tilbúin að fá hrósi þá, ég ætla að fá nokkur like núna. Stórhættulegt og allt í henni fattaði að hvað er ótrúlega svona hvað er búið að krakka okkur sko. Það er búið að hakka okkur sko. og þú getur sest við Facebook og 4 tímar líða svona í bók þá líður tíminn allt öðruvísi og þetta er gerfi flæði það er að segja sko, það er listamenn sem tala svona nokkur sinnum á ævinni lenda í svona flæði þar sem bara tíminn hverfur og þeir bara 9. symfónían bara fæðist hérna sko og bara allt í henni 12 tíma liðnir og þú ert bara með æviverkið hérna bara í einhverju flæði. Þú getur sest við Facebook og 12 tíma síðan bara hvað gerist? Hvað var ég að gera? Og ég sá 12 life-changing vídeo en ég man ekki eftir þeim og ég man þegar ég sá eitthvað fólk í spilakassa sem gat staðið svona 6 tíma í spilakassa, ég hugsaði bara þrautsegna hvernig faraðu þau að sitja 6 tíma í spilakassa? Nei, að standa þarna bara málið er að tíminn hverfur að þetta er hannað til þess að búa til flæði og tíminn hverfur og það er með þess að truflun þegar þú fara vinning af því að þá þarf eitthvað að fara vesenast eitthvað og skipta vinningnum eða eitthvað sko og þannig
það er bara miklu þægilega að vera bara í flæðinu, vera í spenninu, það er alltaf eitthvað alveg að koma og þetta er hannað saman hátt spilakassar og það er búið að krakka okkur, þetta er búið að eyða alveg náttúrulega rosalegum tíma hjá okkur og svo náttúrulega líka stórættilegt að samspil Facebook og fjölmiðlunar eða eitthvað, sko, þarna segir eitthvað brandara eitthvað og svo lokar tölvunni og bara segir eitthvað bara drasl, bara bull eitthvað, bara algjörlega svona hverstað, þú verður aldrei settir í blöðin eða bara segir eitthvað svo ringir hann að kona mín í mig bara, hvað varstu að gera? Ég sagði, ég var ekki að gera neitt, ég bara skrifa ertu búin að sjá divaf og bara, þetta er bara orðið fjölmiðlunum það var bara svona Andri Snær segir eitthvað og bara, ég meina gátt ekki skrifa eitthvað annað, þú veist, bara þetta samspil sem maður kunni ekki á fyrst, sko og maður hélt að maður vera einhverju safe space bara með einhverju vinum, svona eitthvað, þú veist, og svo segir eitthvað misefnað og það getur elt þig bara alveg endalega, sko bara eitthvað bara svona jafnvel úr samhengi eða eitthvað, sko. En hvernig er það með að síðan sittast niður loksins og skrifa? Þú veist, ertu með einhverja svona vinnureglur? Þetta er mjög áhugavert að vita hvernig þú skrifar og í rauninni hvernig bók verður til út af þú veist að eins og bara talar fyrsta draft og allt þetta og mér langar líka að vita langar þig að koma að staði hvernig Arnaldur skrifar? Út af Arnaldur er góður í því sem hann gerir ja. Hann kemur út bók á ári. Nákvæmlega, ég nefnilega oft öfundað höfunda, sko, sem að eru svona straight, sko ná bara einhvern veginn að skrifa ég er ofta að spyrja höfunda vinnureglur, sko þannig að hjá mér er rauninni nánast bara engin regla það er bara og síðan verða bækurna til í það eru svona nokkrar variationir, sko ég getum tekið bláa hnöttin á 99 áður en að kannski interneti var kannski hausinn á manni línulegri einhvern veginn að þá var ég búin að semja alla sögur í hugunum byrja að blasi 1 og skrifa hann all enda að það sé ég hugsaði bókinni í 1 ár og skrifaði hana út svona fyrsta drafti á svona 4 mánuðum svo var ég 1 ár með hana svona bara að snurfussa og fína sér síðan kemur Lofstar og þá var þetta bara svona grautur þá var ég einhvern veginn hugsaði bara að persónur svo asnalegur svo asnalegt að búið persónur bara af hverju láta persónu heita eitthvað og láta hana bara gera eitthvað og svo drepi hann eða leta hann vera ástfangna eða fá krabba meina eða hvaða samskipti er þetta við einhverju persónu leta hann fá snjallsíma og svo þú veist þegar persóna tala við eitthvað og það er díalógur og svo það er einhverju náttúrlýsingar og svo það er einhverju svona söguboga eitthvað bara hvaða rugl er þetta alltaf og var að hugsa svona hvernig tónlistin þú veist, náðu að frelsa sig yfir í elektró og alls konar og svona er ég bara fastur í bara í hverju tungumáli sem 1000 ára tungumál er eitthvað leið út úr þessu, get ég fundið eitthvað annað og þá reyndi ég að skrifa texta sem voru ekki með persónum ekki með náttúrlýsingum og svo fóru setningar líka töðað mér bara okkur setninga byrja bara einu sinni maður sem gegnir í bæ og hitti gamla konu og hún sagði hæ, þú veist okkur þeirra setningar að byrja á réttum stað og enda á réttum stað þannig að ég reyndi að skrifa án þess að nota alvöru setningar án þess að nota persónur og án þess að nota svona frásagnarbógan og úr því voru til eitthvað svona 10 svona súrar klausur og svo bara var ekkert meira til og þá var samt einhver svona heimur byrjaði að myndast og svo bara fór ég að skrifa fullt og svo var alltaf komið 300 blaðsíður af einhverju mauki bara svona einhverju algjöru svona rugli og svo var ég svona að sækja klausur sem voru heilar og reyna að líma saman svona fremst í skjalið þannig að einhvers konar heild þannig að sú bók fættist ekki upp úr því að ég var búin að hugsa hann alla fyrirfram heldur fættist út úr því að bara satt við tölun og var bara mjólka sýru út úr mér bara í 1 ár eða 2 ár það er svo rosalega langur tími maður já, og svo endurheimta það sko. Og síðan Draumalandið hún verið til allt annan hátt þá var ég með fyrirlestur
virkjanir og stóriði og herinn og hugmyndir og alls konar. Þá verður til svona bogi í þessum fyrirlestri og þá veit ég að mjög svona ósamrýmanlegir hlutir geta átt heima í einum boga af því fólk skynja þetta sem svona rökrétta heild. Þannig þegar þú talar boga, ertu í rauninni að tala einhvers konar upphaf, miðja og endur? Já, í rauninni upphaf, miðja, endur sko, og í rauninni líka eitthvað í endanum sem að speglar upphafið og eitthvað í miðjunni sem að límir allt saman og jafnvel spenna sko. Jafnvel sko spennubói sko, jafnvel sko frásögnarbói sem bara þó það sé non-fiction, þó það sé ekki bara svona bói. Verður hann til bara út frá hugsunniðinum og tilfinningu eða reynir þú að kannski gera frásögn, til dæmis í munnlegri frásögn sko, þá kann ég bara haldi fyrirlestur sem að ákveðin svona röksemdafersla og þar finnur þú bóðan? Þar fann ég bóðan sko, og síðan fór ég heim og byrjaði rauninni bara að fylla upp í þennan bóða sko, með sögum og upplýsingum og öðru og ég raunum að segja sama gerist með Tímar og vatnið að hún verður til. Ég hef búin að vera með fyrirlestara í Harvard og Columbia og Kiel og bara München og víðar og fekk alveg brjálæðislega sterk og góð viðbröð við fyrirlesturinn og ekki bara svona þetta ekki það bara á þetta bara verið til bara sem svona stundlegur fyrirlestur sem að nokkru upplifðu og hefðu fengu áhrif af eða þetta ekki bogi og sem náttúrulega fáránlega margt í honum sko, eins og ég segi það eru krókódílar, það eru jöklar, það er Dalai Lama, það er amma og meira þess að í vor þá var fólk ennþá að spyrja mig ertu viss þetta sé ekki 4 bækur ein bók ömmuðina, ein bók Árbæina, ein bók jöklaransóknir, ein bók Dalai Lama, ein bók frændaðinn sem að bjargaði krókódílunum. Ég sagði nei, heimurinn er svo sundraður hann er svo brjálæðislega sundraður. Það er jöklaransóknir aldrei settir í samhengi við sjávaransóknir, krókódílar eiga aldrei heima nálægt ömmu minni þannig er ekki freistandi að ná heiminum í eina heild. Svona er ekki vandi okkar að allt er svo fragmenterað og síðan er sársökin bara raunverulegur líkamlegur sársöki og þá var vinnan sko, í rauninni fór ég í kaf í janúar að ég var með svona grind svona eiginlega hvert ég vildi fara og vissi eiginlega hvernig bógin ætti að vera og svo sársökin er bara að skrifa sig í gegnum hann sko. Og síðan að stytta og skera, slípa og færa til þannig ég hringdi í frænda minn sem er með Skálanes á Austurlandi og fór þangað í viku í janúar bara þessu ári sko. Og þá var ég með svona næstuð í fyrsta draftabókinni eða svona helmingina því sko og fullt af textum og alls konar og ég bara núna fer ég bara þangað í viku og bara formlega og bókin ætlar að vera til hún skal vera til. Og þú fer væntanlega í burtu til þess að losna við í rauninni truflanir? Já, truflanir og bara og ná bara svona einbeitingu sem er bara sósa sig frá morgni til kvölds aðeins að skera það með einhverjum skylduverkum og svoleiðis tími það eimir á honum í mörg ár sko. Þú veist, það er bara þegar maður nær svoleiðis flæði sko. þannig að þá náði ég svona bara formlega komur á stað þannig að allt annað þurfti að víkja af því að það er svo óbúslega freistandi þegar einhver spyr ég viltu koma fund og bara, eða viltu alltaf fyrirlestur eitthvað bara, já það er svo miklu þægilega heldur en að skrifa einmitt og þannig að þá bara fer ég í kaf og svo lendi ég í því að ég er með bók Tímakistan kemur út í ensku í apríl þannig að og lendi í svona 4 Ameríkuferðum þannig ég raunni bara ég að kynna hana og veistunast í kringu það þannig að ég fer þannig bara í kaf og bara held þessu bara áfram í kafi bara og ætla helst að klára þetta í svona byrjun júní og þá er ég á hótelherbyggjum í einhvers staðar í Denver, Colorado er einhverjum upplestarferð einhvers staðar í Ameríku einhvers staðar ég bara út einhvers staðar í Quebec líka var ég í viku og bara
passa mig að stoppa aldrei sko. Passa mig að slíta aldrei þannig ég fara í kafi og ég bara skrifa og fer með dóttur mína og skrifa og svo kemur sumarið og þá var ég að vona að ég ná að skila bókinni í júní sko. og þá kemur deadline frá forlaginu en þá er hann ekki alveg komin í gegn og svo kemur deadline frá forlaginu sem er sko 29. júlí sem er sko hella þessa deadline sem getur ímyndaðir sem þýðir í rauninni sko að það er ekkert sumar sko. þannig að þá losna börnin upp af skólum og svona og við förum norður og ég fer í Flatey í viku og næ ég lofa að ég ætla að klára bókina þar í skrifstofu Guðmundar Páls Ólafssonar sem var mín svona stóra fyrirmynd átti að vera svona tákgrænt endir en síðan fer ég bara fæ ég börninu öll í fangið og kemur sumarfrí og við förum bara eitthvað út á land og þar erum við á Melrakkasléttu í júlí og ég og kona mín bara skrifa bara hún er mjög mikill náinn samstarfsmaður sko, og hún í fullir vinnu sko, 100% vinnu og hvorugt okkar fekk sumarfrí sko. þannig að safna að sér öllum heimildunum og koma þessu öllu fyrir einhvern veginn þannig að þetta flæði hún að lesa handritin rosa næm á texta og endurtekningar og stagl en líka var hann alveg þreytt á mér þannig að hún vil kannski taka þannig að það sem var svona smá húmor í fannst það ekki fyndið lengur þannig að ég þurfti kannski að endurheimta það með því að fá annan yfirlesari sem sagði að það mætti alveg vera svona smá rugl í bókinni hann sagði að þetta var ekki heldur fyndið og síðan bara alveg sko 14 tímar á dag í allt sumar sko og svo skila á svo náttúrulega prófarkalesturinn og yfirlesturinn og myndvinnslan og hönnuninn og síðan í staðin fyrir að klára þarna í staðin fyrir að klára þarna bókina og bíða í 3 vikur eftir hún komið prentun og þá er ég með viðbör í Borgarleikhúsinu einmitt sama efni Tímar og vatni, svona stand-up bara 1,5 tíma, bara ég á sviðinu Högni Egilsson með mér, barnakór myndasýning, vídeo og allt saman þannig að í staðin fyrir að komi léttir og hvíld að bíða eftir bókinni þá breytist útgáfudagurinn í sko frumsýningakvíða og frumsýningageðviki og síðan á meðan ég er að gera allt þetta þá er ég að klára heimildamynd sem er frumsýnd í mars á næsta ári þannig að þegar ég skila fyrsta drafti til forlagsins þá vorum við að senda heimildamyndina í svona fyrsta draft að heimildamyndinni á Sundance og reyna að komast inn í Já, þetta er alveg þar í ferlinu og þarna sú mynd er að læsast bara núna í vikunni wow. og þannig að sko sú mynd er búin að vera í vinnslu í 3 ár En af hverju heldur þú ekki bókinni þarna lengur? Af hverju ákveður þetta var svona það sem ég var að velta fyrir mér einmitt, þegar þú ert búinn að láta útgefandann hafa hana að þú svona dregur hana hægt og rólega aftur úr lúkanum á honum þú veist, af hverju segirðu að bókin muni ráðast að deadline þarna? Er það bara komið þannig í samningaviðræðum? Nei, það var líka bara fyrstilega náði ég að klára hana sko Já, þannig að þú kannski sást fram á og var búinn að hafna henni og ég sá líka bara fram á að ég hef búin að vera 10 ár með hana Já, okay. og var í rauninni búin að tefin 3 ár var með samvinsku gagvert bara jörðinni að vera ekki búin að gefa nátt fyrir 5 árum síðan sko. Það er sterkast að og síðan bara og það er bara nú eða aldrei sko. Bara annarkvort kemur nót núna eða þá var ég bara einhver svona ruglugósi bara ennþá tala mér eftir 10 ár í höfbátt skilur núna bara verði ég bara taka út sársökan bara klára hana, skrifa hana gera hana vel og ég var reyndar, það var eiginlega ekkert það hefur ekkert komið svona og það er reyndar ógeðslega erfitt af því að Lofstar til að minnst var tekið með keisaraskurið sko. og þá var ég ennþá skrifa hana sko í október þú veist, bara jólabókarflóðið var byrjað og ég var ennþá að skrifa og ég var bara svæfður og bara tekið mig keisaraskurði og sendi prentun og það var svo mikið áfall að ég var að skrifa hana af því það er svo mikið hugmyndum í henni
en ég varði eiginlega að gefa nota því ég var svo hrættur með eyðileikjana, ég var svo hrættur að ef ég gef henni ekki út eins og hún var þá myndi ég sundra henni aftur og hún myndi bara aftur eyðileikjast, hún er svo brjálæðislega flókin en ég var samt í áfalli í alveg heilt ár sko, bara, ég var ennþá að semjina, ég var bara ennþá bara að ringsnúast í hausnum á mér sko. en í þessu tilfelli þá var ég alveg brjálæðislega fegin bara út með þig, út í heim og bara fara að gera þitt gagn sko. Maður áfalli heilt ár, ég er það svona þetta mér finnst þú alltaf að vera að tala þú talar einhvern tímabil í ferlinu og síðan þetta að segja, já þetta tók bara 1-2 ár ég er bara svona, þú meinar þetta ekki það getur ekki verið sko. Já, þú veist, ár getur verið svona frá oktober fram í júlí einmitt ég meina 2003, ég er oft bara ára að jafna mig sem er rauninni bara leitartími sko. Þú veist, maður bara skríður út úr verki svo bara og oft búin að sprengja sig og svo kemur eftirfylgjan og maður dettur út úr rútinni og ég oft öfundar Arnald að því sko, hann bara gefur út bók, selur hana í massa en það er aldrei neitt íþróttálfur hjá honum sko. Ég er alltaf að taka íþróttálfurinn á þetta sko. Þannig að skoppa út allt En ég hugsa alltaf þarna sko, að mér er samt svo gott ég rauninni meina þetta jákvætt þegar þú tala um þessi tímabil 1-2 ár, bara að þú gefið þér þennan tími í þetta Já. Það var svo, mér finnst ég frekar lenda sjálfur í því að vera með pressuna á mig að vera ekki að þessu í rauninni bara að vera ekki að gefa sér þennan tími í þetta bara hætti svo væli og halda áfram sko. Nei, ég náttúrulega eins og það kemur líka bara að stunningsumhverfinu að ég verið á rithöfundarlaunum sem hefur í rauninni gert það verkum að ég hef getað tekið þann tíma Já. Af því að verk, sko, markmið er ekki að framleiða eins mikið markmið er að skila hugmyndinni eins vel út í heiminn og mögulegt er og ég fengi þarna eins og útgáfur erlendis ég held að enginn þeirra hefði komið ef ég hefði flýtt mér með bækunar þar sé að ef þeir hefði verið þú veist ekki fengið að meldast inn í kjarnan og vera svo bara settar fram á ykkur þungaeld ef ég bara klárað 100 blaðsjur eða 200, 300, þú veist það er ekkert mál að fylla 300 blaðsjur, það er bara það er í rauninni sko eðlismassin sko. Það er að vera búin að vera kvarna þetta niður í eðlismassa eða upp og þannig eins og tímakistan er komin út í 15 löndum Blái nötturinn komin út í 40 löndum næstu og Tíminn og vatnið við erum búin að selja hana til 22 landa núna 22 landa? Já. Og hún er að koma út í október? Já, þannig að selja hana til Danmerkur gær og já, það er bara og enska þýðingin ég er að fara yfir hana bara núna Hvernig ertu með, þú veist, ég meina þetta er náttúrulega gríðarleg viðurkenning en ertu svona þessi 22 lönd, ertu að hugsa bara hvað allir fólki finnist maður? Þú finnur einhvern sem að hatar þessa bók þegar þú ert komin í hennan fjölda Já, kannski sérstaklega þessa bók sko. það er kannski erfiðar með tímakistuna eða þú veist, það er ekkert svo margir haters Nei, ég er náttúrulega inn í myndinni hversu miðkvæmt málefnundir en það er bara frekar bara hvernig á ég fylgis eftir sko. og hvað er mikill tími framundan í eftirfylginni sem er kannski af því að ég er akkurat núna ég fór í kafi í janúar og ég er ekki komin úr kafi ennþá sko. Já, ok, þið finnst það ennþá vera en það finnst mér bara að ég væri alveg til í að næsta ára veri bara svona svolítið bara blankó sko. Í að lesa og skrifa og bara byggja sig upp aftur sko. Lestu mikið sjálfur, bara upp á innblástur að gera og til þetta gammans? Já, talsvert, en samt þegar ég er að skrifa þá er ég eiginlega bara að lesa það sem að ég er að sækja í verkið þá er ég eiginlega bara að lesa svona mengið í kringum bókina en svo sækja ég mjög meðvitað kannski ákveðna bækur svona ljóðabækur Gyrði Elíasson bara svona bækur sem ég held mikið upp á þegar ég var að byrja að skrifa til að minna mig bara á hverju ég byrjaði að skrifa en það er svona alls konar vinklar á þessu Maður spurði hvort það sé eitthvað svona sem heillaði núna skrifum, ertu bara svona þegar þú hugsar þinn feril og að þú sért rithöfundur og þú sért að leggja þetta fyrir þig sérðu fram á að langi að er eitthvað sem þið svona finnst þú þurfa að koma frá þér eins og þarna þá er ég að vitni það að Blái hnötturinn er
er bara blái hnötturinn Já. og síðan tíman og vatni bara í rauninni hávísindaleg bók. Já, hún er svona blái hnötturinn fyrir fullorðna. Já, fyrir bara aldraða sko. Þetta er alveg, já. Já, mér finnst alltaf gaman að endur uppgöta sjálf mig. Þess vegna finnst mér líka gaman að fara í bæði leikhús og heimildarmyndir. Að það er líka gaman að annars vegar maður einn á eina ábyrgð og allt undir manni sjálfum komið og hins vegar að ná díalóg og samvinnu við aðra og eignast vini og samstarfsmenn og eiga í annars konar listrætni samvinnu og sem eru svo í heimildarmyndir núna en ég á svona 5 bækur núna sem að ég veit að ég geti byrjað á næst. Á bara hugmyndalagur? Já, í rauninni svolítið gamall lagar sko. En þú ert búin að koma þær eru til á, þú ert búin að skrifa? Nei, það eru bara til sem hugmyndir sko. Mjög ólíkar sögur en svo náttúrulega gerist alltaf eitthvað í heiminum sem að breytir í hvert maður stefnir en ég á eina bók sem að vera svona novella svona stutt skáldsaga kannski 120 blaðsíður. Ég á barnabók sem getur verið svona í sama dúr og bláu hnötturinn og tímakistan annarkvort 4 bækur eða 1 bók. Síðan á ég ferðasögu sem ég langar að skrifa og síðan á ég eitthvað drauga skáldsögu en síðan í rauninni eftir að ég er búin með svona miklu törn að því ég þarf að selja mér það að þetta sé mikilvægsta bók í heimi þegar ég skrifa hana sko. að það er ekki komin kannski þorstinn eftir næstu bók strax kemur kannski ekki fyrir mitt næsta ár þegar ég er búin svona bakka smá og vinda ofan á mér og lesa mig bara svona inn í löngunum aftur sko. Hvernig er það að telja sér trú að þetta sé bara mikilvægasta bók í heimi og síðan sest á mót einhverjum eins og mér og ég bara, þetta er frábær bók, gaman að lesa hana og þú ert bara inn í þeir bara það er miklu meira en það, þetta er bara besta bók sem þú lesi sko, þetta er náttúrulega mikilvægasta málefni í heimi sko. Já, algjörlega, en ég er mjög sammálaði en það að telja sér trú þetta sé mikilvægt, hvetur mann áfram til þess að fara í gegn með þetta reyndar hef ég stundum heyrt frá fólki að hinn á þessu bók hafi verið besta bók sem við hafa lesið. Já, ég meina það er eitthvað besta hrós sem við getum fengið. Það er alltaf besta hrós sem við getum fengið nefnir fólk hafi lesið þeim minna. En verður ekki einhver svona brenglun í hugsunarhætti þegar þetta loksins komið frá þér? Bara af hverju eru þið ekki að halda á þessu eins og biblíunni? Nei, það reyndir ekki svo krafa sko. Nei. Þetta er meira svona selja sjálfum mér svona self-motivering sko. Það er bara þetta skiptir máli að það sem voru að vinna skiptir máli. Og reyndar líka eins og í þessu málefni þá var það bara málefni sko. Þetta er það sem skiptir mestu máli sko. Og komið svo framfæri og drifið að gefa hana út og löngun til að koma út síðan og tala þetta og svona reyna að ýta heiminum í ykkur átt. Síðan getur verið allt annar hvati bara og síðan líka bara eins og ég gerði smásögurnar 2016 þá var ég ekkert endilega að skrifa bestu bók í heimi eða þú veist þá var ég bara að skrifa bók sem að það var kannski mikilvæg fyrir mig og mikilvægst fyrir mig að skrifa þá bók á þeim tíma þá voru sögur sem að ég hafði kannski átt minningar, sögur, hugmyndir sem ég átt mjög lengi og mér langaði að sanna að ég geti líka skrifað bara raunverulegar tilfinningar og raunveruleika en ekki bara hugmyndir og svona bara svona jarðbundið að skrifa bók sem var ekki bara fyllir í og flugveldasýning af hugmyndum, konseptum eða mikilvægi heldur bara að skrifa bara einhverju sögur og já, þannig að þar var það bara í rauninni og þær seldust ekkert mjög mikið sko og ég ger aldrei ráð fyrir að myndi seljast neitt mikið. Það stingur ekkert? Nei, þú veist, ég var ekkert ykkur áfalli, fá ekki tilnefningu til bókmenntaverðlaun eða þú veist, ég var ekkert eða krefast þess að öllum fyndi svo frábær sko. Nei. Það var bara, þetta er bókin sem ég fannst mikilvægast að skrifa og búin að liggja þungt á mér að skrifa hana alvarlega málefni hana einn og vinopnum sem fram til sjálfsvíg þú veist bara, þú veist ég var ekkert svona ég ætla að fara í sjálfsvígsáttak eitthvað, þú veist þetta er bara eitthvað sem ég þurfti að skrifa bara út úr mér, út úr mínu kerfi
og er var það skrifað út úr kerfinu mínu áður en ég færi í þessa bók. Mér fannst ekki geta skrifað Tímar og vatnið fyrir en það dæmi var allt saman komið út úr kerfinu. Já, og finnir það bara hjá þér. Já, og þetta bara mjög skrítið hvað kallar, hvað þrýstir, og eins og mér þess að núna þegar ég var að skrifa Tímar og vatnið, það var konu mín stundum að spyrja þannig að viltu ekki frekar gera þessa barnabók því að þú veist hún er búin að bíða svo lengi og áörgl eftir að þú veist vekja áhuga og athygli og bara þú veist halda áfram í ævintýrinu, og það var bara þú veist ekki séns, ég verð að gera þessa bók, ég meina get ekki látið þetta þessi Dalai Lama viðtöl og ömmusögurnar og allt þetta bara vera lengur í tölvunni eða þetta málefni bara láta eins og sé ekki til sko. Ég var slegin yfir nokkrum frásögnunum bara eins og til dæmis sko, ég hafði ekki hugmyndum að hafa verið að taka viðtal við Dalai Lama og hvað þá farið á heimsóttan og síðan með hún hét Arndís eða ekki, afasystir með Tolkien. Já, ég veit. Getur þú sagt okkur aðeins þá sögu ef þú má spilla henni fyrir það sem að lesa bókina? Þetta svolítið Forrest Gump fjölskylda þarna hjá Afa sko. Já, klárlega, það mitt og Oppenheimer allt saman. Já, þannig að Afi sker upp Oppenheimer og Íranskeisara og Andy Warhol deyr eftir skurðagerð hans og síðan systir hans var barnfóstra Tolkiens sem er alltaf bara Forrest Gump þannig að hún sagði mig frá því, hún var 20 þegar hún var í Oxford hjá Tolkien fjölskyldunni og þá var hann að byrja á Hobbitanum og ég spurði hvort hann hafði haft einhver áhrif á hann og hann sagði bara að hann var náttúrulega mikil áhugasamur þjóðsögur og ævintýri og allt það og alþýðu manneski frá Íslandi 1930 bara kunni ógrynni af ævintýrum bara úr sína æsku og sína umhverfi, þannig að hún sagði strákunum að Tolkien ævintýrasögur fyrir svefnin og Tolkien bað hann að hafa opið inn og satt á stól fyrir utan á ganginum og hlustaði og það fór mjög illa í húsfreyjuna, ég held að hann væri eitthvað svona reyna að komast of nálægt ungu stúlkana heimilin en þetta hafði hann bara einlega náhuga á ævintýrunum og síðan spurði ég hvort að svo náttúrulega koma áhrif, Tolkien var náttúrulega miðaldafræðingur þannig að hann þekkti náttúrulega öll þessu ævintýri sjálfur eða mörg þeir allavega en hins vegar veit maður að áhrif þurfa að koma úr mörgum áttum sko. Þannig að hann hefur væntanlega þekkt Niflungarhringinn en kannski þegar hún dansar út í garði og syngur í grænni lautu þar geymi ég hringinn sem ég að gefin og hver hann nú þá kannski finnst honum hann mega nota hringinn í sína sögu. Já, bara þegar þú skrifar það kemur þessi vísa í bókinni, ég er bara svona herra, já, ok, hann er í alvörinu að tala um þennan Tolkien og bara í alvörinu Hobbitan eftir Hringadróttin bara, ég var ekki alveg svona að trúa þessu sko, ég átti svo lítið von á einhverju svona frásögn í þessari bók. Já, þetta var líka svona listrænt séð sko, fjallar kannski ekki beint loftslagsmál þó að Mordor geti náttúrulega verið ágætis þarna. Já, ég samt til að fagna því sko, þú tvinnar þetta mjög vel saman sko, þessi bogi virkar mjög vel að vera í þessum sögum öllum saman og síðan loftslagsmálin sko. Já, takk fyrir það, nefnilega, það var eiginlega hugmyndin var bara, þú getur ekki bara, þetta er eins og sinfónía, þú veist, ef þú ætlar að gera sinfóníu loftslagsmál, þú ætlar bara að slá trommurnar í 2 klukkutíma og slá saman hann það verður svona eins og Jón Leifs á styrum sko. En þú veist, það þarf andrými, það þarf lágu tónuna, það þarf að draga tilbaka koma einhvers staðar annars, gleyma sér smá, bara gleyma því að þú sért í loftslagsbók eða gleyma því bara allir og bara vera komin, bara rugla því í rýminu, komður óvart skapa eftirvæntingu og spennusögur eru meðvitað að búa til cliffhanger, að búa til spennu element, draga það áfram. Það er ekkert öðruvís að skrifa önnur mál. Bók er alltaf með sömu eiginleika í boga og í hvernig þú byrjar, upphaf, miðja, endir, Njála, mörður, hér maður, kallaður Gíja, Víkursöguna annað, að Krókudíla frændi minn, hann er kynntur til sögunar í upphafi
svo kemur hann fram setna í bókinni sko. Þorbjarnar Soni þetta er Krokodílus Þorbjarnar Soni þannig að og síðan var ég mjög ánæður þegar ég hélt fyrst að ég geti ekki klára bókina fyrir en ég kæmist í kringum Kailasfjall sem í Tíbet og sem samt svolítið svona rembingur sko. Ég get ekki klára bók fyrir en ég búin að gangi í kringum eitthvað fjall hvað. Já, þú vildi bara sjálfur komast þangað á staðan, ekki í huganum helst vildi ég fara þangað sko, já, og bara til að skrifa það eða tengja það eitthvað en svo fattaði ég bara alveg óvart að ég hafði komist í tæri við ein af kvíslum hennar Auðumlu eitt af jökulvatninu sem rennur úr Himalajafjallunum og hafði verið þar innan krókódíla sem tengdi sig frænda minn inn í þann veruleika og þannig að lokum einhvern veginn small allt saman þannig að það er mjög ánægilegt. Já, þetta er líka skemmtilegt að þú skulur fylgja þessu eftir, eða nei, ekki fylgja þessu eftir kemur fyrirlesturinn út á undan bókina eða eitthvað? Já, sko, fyrirlesturinn er búin að vera til í mörg ár og þróast í mörg ár. Já, í sem sagt formi eftir sömu sögu og bókin í rauninni. Já, svona sama mengi og bókin. Mæntalega þróast hann einhvern veginn með tímanum. Svona jöklaransóknir, súrnun hafsins, bara svona jörundur og allt þetta er búið að vera til í nokkuð. Já, ok. Og þróast og taka breytingum og slípast og svolítið eins og bara sumir höfundar vilja aldrei segja hugmyndinni sína sko. En mér finnst þvert á móti ef ég segja hugmyndinni mína þá finnst mér hún slípast. Mér finnst ég skilja hana betur, mér finnst ég þróa hana í samtölum við fólk. Já, og mér fannst út af ég í rauninni ég stund ekki leikhús mikið en út frá því að ég las bæði bókin hans Bergs Skjáskot og tók viðtal við hann og síðan sá ég hann var þarna í Borgarleikhúsinu en ég hugsaði, þú veist hvað í ósköpunum uppistandari / rithöfundur að skrifa bók og ætla síðan að tala hana á sviðinu í Borgarleikhúsinu ég svona skildi ekki konceptið sko. Já. Þannig ég fór samt og horfði á þetta og fannst þetta algjör snild sko, og fannst þetta svo skemmtilega vingill á það að bæði lesa bókina og spjalla við hann og síðan fá þennan fyrirlestur sem hann skilaði af sér listilega. Já, ég þarf að sjá hann upplega. Já, ég mæli mikið með því sko, en bara svona hvað þetta form bara brekkar í rauninni smá svona, hvað sem bara form til þess að miðla. Já, þetta þorrið sniðut sko, því að ég hefði kannski ekki alveg fattað þetta eða svona þetta, þú veist, að því fyrirlestur kallast sig ekki listform, fyrirlestur bara fyrirlestur, svona bara, það bara háskólaprófessor sem heldur fyrirlestur og hann ekki listamæður. En raunum að segja kannski að þetta næstu svona eins og plata og tónleikarnir. Einmitt, já, einmitt, það er þessi samlíking sko. Það er svona eins og plata og tónleikarnir sko. Já, ég er búin að lesa bókina og núna ætla ég bara tónleikarnir. Já, nú er live performance. Andri ætlar performera bókina, live sko, með alls konar ljósasjói og vídeói og ég náttúrulega get gert það með mitt verk að ég með Högna Egilsson með mér og á stóra sviði Borgarleikhússins og síðan ég náttúrulega með mikið af vídeóefni og öðru sem að stækkar bókina og myndefni sem bætir við og gerir þetta að leikhús upplifin sko. Þannig að þetta er ekki bara svona þurr fyrirlestur eða upplestur úr bókinni, þannig að ég les aldrei upp úr bókinni í fyrirlesturinu sko. Þú veist, aldrei lesinn inn blaðsíða. Þú ert þá væntanlega með einhverjar af myndunum sem eru í bókinni eða ekki? Jú, einhverjar af myndunum og svo fleiri myndir sko. Geggjaðar myndir, ótrúlega gaman, mikilvægt líka að sjá þar þegar maður er að lesa þetta, bara eins og þegar þeir eru að grafa upp flugvélina og það er bara ótrúlegt að eiga þetta. Og ég sé svolítið eftir að ekki náðu að gera ljósmyndasýningu meðan afi var á lífi sko. Já, með myndum eftir hann. Já, þeir eru mest allt myndir frá honum. Já. En hann skilur eftir sérlega ótrúlega skemmtilegt safn sem svona alþýðu ljósmyndari sko. Já, þarna er mitt bara svona að vera að lesa þetta og fletta síðan og það tekur við heil opna með svona mynd. Ég bara hugsaði, þú veist, vákvaða er mikilvægt til dæmis eins og ég veit það alveg, en þetta er bara svona undirstrykað það sem Rax er að gera með að mynda eitthvað sem er að hverfa og starfstjettir og bara kynslóður sem mun ekki vera til, einhverja menningar árlið. Bara... Já, og líka bara, ég er rosa ánægð með hönnuna og gera þetta hún Alexandra Bull forleginu og bara kemur bara mynd og síðan þetta textin áfram. Já, svo bara, þú veist, það býr til svona spennu í lesturinn líka sko. Þannig að svona
svona, það er ekki myndatextar eitthvað svona, þetta er ekki svona lítil mynd eitthvað svona, hér má sjá þetta, Nei. Svona, þetta verður svona eins og bara svona miklu listræðina sko. Já, ég var mjög sammála því, þetta er mjög fallegt og ég var búin að segja þér en hérna forsíðan, ég alveg mér finnst þetta svo falleg mynd hjá honum Ara eða ekki, Jú. alveg þetta er eitthvað svo fallegt en svo, þú veist sjórin þarna sko ískaldur, maður sér það bara hvað hann er kaldur sko, bara bókin er sem í köld út af þessari forsíðu þetta er svo óheillandi þú vilt aldrei vera þarna en þú vilt samt ástæða þessu. Já, mér fannst þeim bara að fanga eitthvað almætti sko, í sér mynd með þess alveg ótrúlega mynd svona eitthvað rísandi alda þarna sko. Já, og bara nokkri dropar sem þeytast þarna upp og bara sko nýfbeitt fjöllin þarna í bakgrunni og ótrúlega mynd svona bara kaldranlegt maður getur varlega staðið sko á myndinni sko. Já, þú horfur á fjöllin getur hvergi komið sjálfum þig fyrir svona á þessari mynd sko. Já. Þannig að þetta er ekki svona, já, ég myndi vilja liggja þarna í þessari lauti þetta er bara svona pláneta sko. Þetta er ótrúlega gott, þetta er svona hugar heimur einhvern veginn í þessari mynd. Já. Herðu, Andri, ég ætla að fara að sleppa þér hérna út fljótlega hvernig svona með hverju er ekki bara að lesa bókina, er það ekki eina sem að fólk þarf að gera til þess að breyta plánundinni? Jú, já það er náttúrulega getur googlað hvað það er að gera sko. en ég er náttúrulega laði á mig dálítið mikla vinnu til þess að svona leggja fram þannig að fólk geti svona innbyrt á 1-2 kvöldum svona svolítið svona átt að sjá hver staðan er sko. Já, en ég vil líka undirstreka það að þetta er ekki einhver skýrsla þetta er mjög vel framsett og þetta er eins og ég sagði í byrjun mér fannst erfitt að byrja á þessu en þegar ég var byrjaður þá bara áttaði mig á því að ég var ekki að fara að lesa einhver heimadæmi eða einhver svona skýrslu og sumir hafa líka verið hrættir við hana sko, það hafi ekki líka verið það sko. Já, að ég væri fara svona bara eins og vilt ekki opna þú veist blaðið frá lækninum sko. Eftir með greiningu eða ekki skilur þú veist eitthvað að svona þetta er erfitt sko og eins og ég segi þannig ég held samt að mannkynið það lamist ekki undan áskorunum að áskorunir eru það sem hefur komið mannkynið þangað sem það er í dag og ungt fólk spyr stundum ég er svo óheppinn að fæðast núna ég með segja þú veist ekkert óheppinn að fæðast ekki í Evrópu 1910 1920, 30, 40 ég meina að allar kynslur að lendi í einhvers konar áskorunum og þessi áskorun er fyrirsjáanlega mögulegt að komast yfir eða allavega svona leysa á einhvern nátt og það er ekkert neikvætt að gera það sko. Og mun að lokum ekki skila af sér heimi sem er verri þannig að en það þarf að byrja sem fyrst sko. Því fyrir því betra. Já, þannig að 90% af næstar á olíu til þess það verið gaman að sjá það. Það er ekki líka bara raunhæft skref eða eitthvað. Og helmingin af skurðunum. En er þetta ekki undir einhverjum öðrum komið en okkur að setja þessa reglugerð eins og staðan er í dag? Sko, hugmyndasagan segir að fyrst byrja mér að tala um það. Já. Og þá verða paradigmskiptin það gerast með því að við innbyrðum upplýsingar gegnum eyrun eða augun og þá breytist hugbúnaðurinn og smám saman breytist heiminn þannig að það er undir okkur komið að tala um þetta. Það er mjög gott. Andri Snær, takk hérlega fyrir að koma. Takk hérlega fyrir mig.